Dogsson heilsar yfir landsleik Íslands og eða semst Azerbaijan og Ísland. Við erum heldur betur vel mannaðir hérna í dag. Við erum auðvitað með besta, því mig svo sem rífast bara það heima í stofu. Við ætlum hér í allan á Dogsson að tala besta landsmann Íslands frá upphæði. Eður Smára, Eður, velkomin. Takk. Og maður sem kannski komst aldrei í landsliðið, Hjálmar Örn. Já, eins og það Þrátt fyrir náttúrulega þennan tímaðin hjá Gróttu, þá einhvern veginn, hver landstælar á þessum tíma, 97? 97? Þetta náttúrulega Guðjón Þórðar þarna í kring. Já. Þannig að það var aldrei séns. Nei. En þú veist, maður sýndi ýmislegt, það var greinlega ekki nóg. Það var greinlega ekki nóg og svo sem erfitt þegar maður spilar þetta heima. Þú líklega þurft að fara út. Já. Ég satt á alveg 60-70 leiki í meistaraflokki, það sé á reynu. Það sé á reynu og naflinn sem að, eins og ég segi, ef þú fæst í öðru landi, þá er kannski fengið meiri tækifæri. Já, það verður að segjast, þú vart ekki einn það. Nei. Já, við ætlum að vera smá alvarlegir ákveðat núna, því að það er komið að þessum landsleik. Ég er með minn mann í Azerbaijan. Hann heitir Árni Sigurðsson, við ætlum að heyri honum á eftir. Ef kannski að heyri honum á eftir Bullis Media, var það ekki frekar að gera á eftir heldur en á meðan leikstendur. Þann er það bilaður stuðningsmaður Íslands að hann fer til Bakú að horfa á Ísland. Já, geri aðrir betur. Það er ekki margir svona. Nú erum við að syngja þjóðsönguna og við ákváðum að bara sleppa að hlusta á hann. Við höfum heyrt hann áður. Drengir, það var eitt og annað sem kom á óvart í svo við byrjum á Eiður Jóberg byrjar og það hlýtur að vera pínu óvænt. Jú, það aðeins óvænt, það er svo sem engin stórfrétt í rauninni að Jói Berg sé að byrja landsleik en svona miðað við það hafi ekki verið í síðasta hóp að fara beint inn í byrjunlið, það kemur aðeins óvart. Já, við erum með liði fyrir framan okkur hér og það er eins og þessi stilt upp hérna þá er þetta 4-2 heldur að við spilum 4-4-2 í svona leik eða heldur þetta að fara eitthvað heldur að Albert komi meira undir Andra Lukas eða Jú, er það ekki svona eðlilegasta staðan fyrir Albert að vera aðeins fyrir aftan fremstamann. Ég get alveg ímyndað mér varnarlega stillum við upp 4-4-2 og svo í þessari sóknar uppbyggingu þá höfum við verið að sjá náttúrulega Hákon og Ísak koma á milli hafsenda og taka boltan eða í stöðu bakvarðar meiri sig þegar bakvarðin færa sig ofar völlin. Það er meira í svona sóknar uppbyggingu það sem við erum kannski ekki alveg samkvæmt þessari mynd 4-4-2. Ísland að spila í gömlu Sovjetríkjónu. Ég meina, vannstu oft leiki í Austur-Evrópu, Eiður? Vannst þetta mörgum útileikjum sem vannst í Austur-Evrópu? Það er segjað með íslenska landslíðinu? Nei, það man ég ekki og hefur ekki verið happy hunting ground eða allavega ekki á mínum tíma. Það er kannski hún í seinni ég veit það ekki. Maður þarf að horfa á alla þessa leiki þannig að ég man ekki eftir því að við höfum hrósað mörgum sigurum þarna. Nei. En það er við heima. Já, rosalega sko. Og það sem var oft fyndnast í gamla daga þegar heimurum var svona skiptari að sjónvarps útsendingar frá Austur-Evrópu í gamla daga, það var oft eitthvað ævintýralegt stöf og við smá svona Rocky-fílingur yfir útsendingunni. Það sem er skrítið við sko Rocky 4 að sko Kaninn, hann æfði bara út í skógi og svona meðan að Rússin var með alla tæknina. Þá var Ivan Drago var að svindla á alls konar hátt en þetta er svo sem ekki að líka öðru þessu liði við Drago eða Rocky en íslensk liðið teflir fram 4-4-2. Við erum að spila upp á annað sætið í riðlinum. Það er að segja þessi leikur er klukkan 5 og svo klukkan korter í 7-8 afsakið í kvöld er að leikur Frakka og Úkraínu. Málið er það að við megum bara alls ekki tapa því að þá þurfum við að treysta á að Úkraína tapi fyrir Frökkum. Alls ekki ólíkleg úrslit og verði engin heimsendir en það er þó allan mun skárra að gera jafntefli heldur en að tapa. Svo þið menn skilji það svo að verði hreinn úrslitaleikur í Pólandi. Íslenski draumurinn, Ísland vinnur Azerbaijan og Frakkland vinnur Úkraínu. Þetta er special á Epic og ert þú farin inn á þetta, Nafli? Já, ég er hérna, þarna er ég tók þetta og svona ef ég segja bara mín
10 centur í landsliðum, mér finnst það mjög skrítið að Jón Daði Þorsteinsson sem byrjar staðan fyrir Kristján Hlinsson til dæmis. Skoðum aðeins hvað besta sportbók landsins, Epic Bet, segir þennan leik því að mér finnst menn hafa verið alveg óheyrilega bjartsýnir. Kannski maður svolítið, bara út af gömlum tímum hvað hefur gengið illa. Og hann fyrir lækkandi á Ísland. Það 1,66 á Ísland núna. Þannig að við erum overwhelming favorites, ef svo má segja. Nei, bara leiðu ég fór að tala þá hækkuðu við aftur. Ég var að muna á Kazakstan. Við unum í Kazakstan. Þú spilaði þann leik. Já. Það einn og svo. Hver skoraði fyrsta marki? Sko, þú skoraði. Já, það rétt höfð. Ég myndi bara ekki núma hvað það var. Það tekur allt aðeins lengri tíma þessa dagana. Það mun ekki eftir ég að skora á móti Kazakstan. Manst þú eftir einhvern landslíkjum sem bara mannst þeir Ég að segja, að mér finnst það stórkvæmst að geta allt það bara, að geta ekki mun eftir, mér finnst það frábært. En leikurinn hefst innan skams Azerbaijan Ísland og við erum auðvitað í leita fyrsta markaskorara. Já. Og ef að kíkja aðeins á X-ið góða, á X-inu óskuðum við eftir að fá fyrsta markaskoraran og kíkjum á hvað, þú veist, við þurfum síðan bara einhvern veginn að Þú voru á fljóti, ég held að markið komi bara eftir smá stund. Það eitthvað í mér að verið 2-0 fyrir Ísland eftir svona 20 mínútur. Já, held ég. Maður sjá. Förum við þá að kipa út af ef við erum í góðri stöðu í hálfleik? Hvíla menn. Já, fyrir Úkraínuleikin. Það var óðarlega vornir bjassinu. Daniel Leo. Já, menn eru mjög svona, það náttúrulega endalaust verið að tippa á þetta. Það engin með leikmann frá Azerbaijan sem að mun skora fyrstur, allan að ég hef ekki ennþá séð það. Nei, það væri áhugaður teik, það væri. Ég fer alltaf á vítaskittu. Ég er svona, fer alltaf á vítaskittu. Já, þú vilt tvítryggja þig. Það Albert Jókur. Já, Albert Jókur. Já. Það svona, ég er svolítið, lyktar þetta ekki af, þú veist, ég veit að þú náttúrulega veit hvað þú ert að fara að velja. Vít og rauðspjald. Nei, hvern skora fyrst, lyktar þetta ekki af Hákoni? Er þetta ekki ekta Hákoni einhvern veginn? Jó, þetta ekta. Það var fyrsta nafni sem myndi aftur. Það ekki? Jó. Eiður, þú varst væntanlega að fylgjast allan öðru öðrunum með þínum mönnum í Chelsea spila þarna á dögunum. Sástu það eitthvað? Já, ég fylgdist aðeins með því. Já. Það var ekki svo auðvelt. Nei, það var alls ekki auðvelt. Já, vombriða úrslit fyrir Chelsea. Og við ætlum ekki að eyða ómiklum tíma í að tala Chelsea, en alltaf þegar kemur smá gott gengi þá koma með einhver skrítin úrslitin á milli. Já. En kannski eins og við höfum verið með íslenska landsliðinu undanfarið. Það kemur alltaf eitthvað gott og svo aðeins þessi slæmikabli. Þá kemur að slæma kablanum. En hann er farinn. Hann er farinn. Við erum með mjög virt chat, menn er að negla okkur. Við sjáum hér nóg af spurningum og menn er að subscribe eða shitscribe eins og við höfum kallað þetta. Einhverju vilja meina það nafnilega að þú hefur stækkað bara í nótt. Já, við þurfum nú að fara að setja korkin í það ef ég fer síðan bara 1,70, 1,75. Man stækka bara með hverjum deginum. Eiður, þú spilar einhverja 500 leiki fyrir Chelsea og Barcelona. Það fyrsta sem allir tala við þig er hárigræsla. Það er bara sögur. Þetta er ótrúlega, það er bara lítið vel út og eitthvað, ég bara, herðu, ef við ekki frekar að ræða boltan, tölum boltan krakkar. Þetta er alveg skemmtilegt að sjá þessi komment. Þeir verða með okkur hér í allan dag. Ísland overwhelming favorites og það eru við sem að byrja með boltan. Við stillum upp í einhvers konar 3 manna vörn í uppspilinu sem Ísak fer niður. Getur þú séð eitthvað í leikmynd eftir 3 mínútur, Eiður? Nei, við byrjum bara tiltölulega einfalt, það bara eitt langur fram og vinna seinni boltan. Svo er þetta svona aðeins jafnast út, en við virkum feskir. Við veistum vera sprækir þangað til að þetta gerist. Það er alltaf svona þegar maður að lýsa það er eitthvað jákvæð þá bara það er góð teikn á lofti. Ég ætla að minna ykkur á það að Ísland þetta voru hvítir búningar en svo fór naflinn með þetta í þvottavélina og þeir eru svona eitthvað aðeins gránað í þvottavélini. Já, ég var ekki beðin að setja það aftur í þvottavélina. Það eru beisleitaðir í dag. Smá beis í þeim.
Já, þetta er ég Grábeist. veit ekki með þetta ég veit ekki með þetta nei. ég er svo sem ekki að röfla yfir þessu ég getur röflað yfir öllu, kannski þetta sleppa að töðu við þessu já, þið getið haldið áfram að negla inn fyrsta markaskora Er þetta ekki meira og minna allt kvarabakk leikmenn hann það? meininu, alls ekki Er það ekki? nei, Það er ok. Því að Munið þið eftir því, ég veit ekki hvort þú manst eftir yður, en þegar Dynamo Kiev var sovjerska landslið já, og þegar belgar gera þetta líka, var það ekki andilegt sem var belgiska landsliði bara á tíðanbili. Þetta er the 80s. kannski var nú ekki svo slepp með Það var eitthvað svona tilraun. Það sem var í gamla daga, þá sko, máttu bara vera 2 eða 3 erlendi leikmenn í hverju félagsliði, þannig að það var svolítið þess að allir bestu leikmenni frá sínu landi í besta liðin í þeirri deild. Þangað til að þetta fór alltaf að opnast í Evrópu og menn... Bossmann. Það held ég Íslendingar að svona gera sér líklega á þessum fyrstu 5 minútum leiksins minnum á það að sko ef að Ísland gerir jafntefli í þessum leik og Úkraína vinnur ekki sem er tap eða gerir jafntefli þá erum við á leiðin í úrslitaleik á sunnudag umspil það er svo sem ekki örugt hvaða lið verða í þessu öðru sæti en meðal þeirra liða sem við gætum mætt eru til dæmis Slóvakía sem varum til í Kosovo, Skotland, Tyrkland, Ítalía eins og ég sagði, Norður Makedónia, við varum alveg til í það, Tékkland og Albanía. Já, svo vantar líka inn í þetta Ungverjaland, Pólland og Bosníu. Sjáum hér að... Nei, það er ekkert að gerast. Við erum í ágætismálum. Er einhver búin að reikna það út ef að Frakkar tapa báðum sínum leikjum? Já. Setjast þeir félagar í reikna? Já, bara fyrir reikni herbergi af stað. Ok, og ef þeir tapa báðum leikjum og hvað gerist annað? Við vinnum báða. Þá er það sem gerist... Ekkert að búa. Já, það þýðir að þá fyrir við upp. Nei, sko, markatala náttúrulega, þá munum þeir náttúrulega, þá fer þetta svolítið eftir markatölu, þá verðum við jafnir þeim á stigum. Það er að segja með 10 stig. En, já, og þeir munum tapa 2 leikjum, þannig að þeir verða besta falli með +4 í markatölu. Já. Og við verðum þá alltaf með +4 líka í markatölu, af því að við þurfum alltaf að vinna leik með einu. Þá erum við, einmitt bara farnir beint. Þetta er bara ein lauflétt spurning í útsettingu. Erum við að fara að bóka til Boston? Er hann að fara inn á Æslandi núna að bóka það? Ég var að skoða hvað kostar að fara til Miami yfir HM. Þannig að Eiður læsir sig inn á vellinum, þá sjáum við vitleysuna. Þú veist að ég er satt búin að manifesta annan stað í Bandaríkjunum? Já, við vil ekki sjá, nenni ekki að heyra einhverju Boston. Við viljum fara til Miami, það er þangað sem við viljum fara á dagsetningarnar strákuminir og er ekki flóið hérna í sumar. Já. Nei, þeir hætta í lókmars, þannig að bara fljúum með mig til... Nei, þetta er flóið. Við erum eftir bara. Nei, þeir ákvað að hætta við. Í júni og júli er Æsland ekki fljóð. Farið til New York. MetLife, völlurinn er þar. En Dallas. Hafið komið á Dallas? Það er alveg geðið. Nei. Rosalega. Er það NFL-völlurinn? Cowboys-völlurinn? Já. Hann er svakalur. Ég til í hann. Væri við ekki alltaf með loka þakkið í svo í kortum? Loka þakkið og það er risaskjár inn á miði, þess í loftin á vellinum. Já. Hann er eiginlega bara stærri heldur en Laugardalsvöllurinn sjálfur. Það er svona magna með þann völl. Þeir eru vesinni með sólina. Herðu Hún kemur hann inn. Já. Þeir eru loka Óttabakkarnir þakkið. lenda alltaf í vesinni einhverju tímabúti. New York á þessum tíma 70 skatt fram og tilbaka. Þannig að Bóka núna. Hvenær er það? 15. júní? já, Opið miði? Já. Bóka ekki setja strax. Svo verðum við áblæða dregnir í Kanada. Hversu dæmi gert Það þetta? er rosa íslenskt. Við viljum ekki vera til Er ekki Kanada. Toronto inn í þessu? Jú. Og Vancouver. Vancouver? Það er kannski síðra, eða ekki? Er ekki franskumælandi? Kanada. Við erum alltaf frá Íslandi, það er rosalegt land sko. Gimli. Sjáum að íslenska landslið, það er ekkert í þessu ennþá í þessum leikurslum aðeins hoppa yfir í tjattið, sjá hvað gárungarnir segja. Má ég sjá, það er hér eru menn að velta steinum.
Já, það verið að pæli hvað Eiður sé með fórgjöf. Eiður, hvað er með fórgjöf? Ég er 17. 17. 17. Þú ert miklu betur en það í gólu, ég sé þig í gólu. Já, ég bara hef ekki spilað betur en það í sumar. Ok, Þetta er ekkert þú var ekki flókið. að meina Tölurnar ljú ekki. tölurnar ljúga ekki. Nú, já, það eru, hér eru kveðjur frá Vestfjörðum á Þerney RE1. Þetta er bara eins og í gamla dag. Vel gert. Það ætlum að sína leikinn, nei við höfum ekki rétt á að sína leikinn, það þarf að virða öll lög í þessu landi og það gerum við hér. Það gerum við svo sannlega hérna. Já, negli áfram minn spurningum. Má ég koma með minn fyrsta markaskora? Er ég ekki eini sem eftir að koma með? Jú. Það er nafni, Já, Lukas. Lukas. Já. Andri Lukas, Já. hann nafni, sagði hann. Já. Ekki nafli. Nafni. Nafni. Já, Andri Lukas búin að vera... Nafli Lukas, sko. Nafni Lukas, sko. Það er Rýbrand. Já, 7,5, ok. hér er það Albert. Koma. Já, Já, það sem er jákvætt að Andri Lukas er heitur. Albert hefur verið að skora úr vítum heima fyrir. Jón Dagur hefur verið að spila mjög lítinafli. Já, við höfum verið að gera það. En það hefur aldrei skipt máli í frammiðstöðunans í íslenska landsbúningum. Nei. Mér kemur verulega óvart einhvern veginn eins og hann hefur byrjað í rauninni alla leiki, nánast. Hann sé ekki skoraði bikarnir daginn. Já, og einhvern veginn alltaf deliver að koma með þessa auka orku í landsleiki. Já, við erum hér að setja á andra sem fyrsta mark skora 7.50 sem er glæsilegt tilboð. Nei, með ekki jinxa þetta. Hörðu! Var þetta dettari? Nei, hann bara hitt ekki boltan Ekki dettari. Óli Viktor. Sjáum þetta aftur. Nei. Arnar Gunnlaugsson virkar nú bara frekar frískur hann er búin að sofa illa undan þarna daga. Já. Tímamismunum og svona þetta Fjara tíma mismunur. Já, heyrðu það að var 17 stegi hitti í dag. Fínt öður. Já, segja Arnar Gunnlaugsson hefur átt erfitt með svefn, skrifaði það. Og það var áhugavert. Já, ég hef sjálfur strögglað við það að sofna. Stórfréttir frá Azerbaijan. Heyrðu. Nei, þetta er ástæð. Við sáum þetta allir. Það er agalegt þegar maður á í vandræði með svefn. Já. Ég er ein af þeim þeim heppnu manneskjum sem að bara virðist aldrei ná að sofna. Og það hefur engin skilning á þessu nema þeir sem hefur sama vandamál að stríða. Hinir eru bara, hvað leggur þið ekki? Það ég er að segja ég geta. Já, landslýstjálfarinn er þarna heldur. Þannig að ég er fullan skilning á þessu. Það er erfitt að sofna. Já, það er ekkert bara fótbolti í kvöld. Við ætlum auðvitað þessi leikur, það er ekkert eitthvað blússandi, það er ekki að færi á báða bóa, menn svona ennþá að þreifa fyrir sér eins og ítalska boltanum í gamla daga. Já, að sjá Tobias Thompson að yfirgefa Breiðablik og heldur til HB Køge. Já, þetta Þetta er stórt. Þetta er feikilega stórt. Þetta betur. Eigum við að kíkja aðeins á meðan það er svona rosalega rólegt nafli, varum til að gera fyrir ykkur seðil í bara handbolta eða körfubolta. Hvað er þetta að byrja? Bara þú kallar. Ef ekki handboltin er fyrr, þannig ekki bara taka hann Jú, sjáum þetta. Byrja hans fyrr, Karvan byrja 1930, þeir senkuðu leikjunum í körfunni út af landsleiknum. Já, flott. Sem bara vel gert hjá þeim. Já. Eigum við að taka Íttu á HK Val. Það eru þetta alltaf skemmtilega leikir inn í kórnum. Jú. Farið í leikmenn og niður. Skoðum aðeins leikmennina og það er eitthvað sem segir mér að þetta verði svolítið Haukur Ingi Hauksson Þetta hann farið yfir 5,5 mörkin, hann vil skjóta duglega. Þetta er óvers. Þetta er óvers eða? Þetta er óvers, já. Ítum á þetta, skoðum aðeins fleiri. Sjá. Farið í Stjarnan IR. Skoðum 1-6-5 á Stjörnunum. Fyrst mér er þetta bara vel bóðið. Tökum það bara. Stjarnan vinni IR-inguna. Takk fyrir það. Og við klínum þrista á þetta. Þetta er bara, við erum sáttir svona, það ekki? 3,07. Já, þetta gerir margt vera. Þetta er flott. Þetta er ansi flott. Eiður, hvað er að gerast í leiknum? Er eitthvað? Nei, ekki mikið. Þetta er bara svona, eins og þú sagðir réttilega á hann. Vera
bæði lið bara svona að þreifa fyrir sér eitthvað. Það aðeins lokað eins og Já. Það nú ekki sama Azerbaijan lið og við sáum síðast hér á Laugardalsvelli. Og við erum svona aðeins í vandræðum með að finna einhverja glufur og svona, þetta er svolítið þéttu múr hjá þeim eins og staðum núna. Já, Íslendingar eitthvað að reyna að brjóta þetta upp en gengur hægt. Þú nú séð margar leiki, Hjálmar. Vinnir þetta á einhvern leik? Já, ég bara, ég ætla að segja strax, ég sé hann leik þátt áður. Já. Að byrja með svona rosa krafti eins og Aserir, en vandamálið þeir hafa ekkert að spila upp á, þeir nenna þess ekki, þannig að leið og fyrsta marki kemur í okkur þá eftir að brotna. Og þetta verður 0-3, 0-4. Við þurfum bara að koma marki á það núna fyrsta hálftíman. Drepa trúna. Já, þá er þetta bara búið. Ég veit alveg hvernig þetta er. Ég veit alveg hvernig hugsa. Aserarnir. Já, þannig hugsar Aserin og hefur alltaf til gert. 2 mörk og 11 mörk á sig er markatalan hjá þeim. Þetta er ekki lið sem hefur gaman að fótbolta. Nei. Sjáum að 4.000 manns á vellinu, sögðu það í dag. Er þetta 4.000 manns? Geta alveg verið það, já. Það er þessi meira. Mér finnst það nú. Sérðu? Nei. Hér dettin haugur af spurningum. Má ég sjá Haldið hérna, sjáum þess að sók hérna í íslenska landsliðinu. Jóhann Berg út á kanti. Nei, ekkert að gerast. Væri Arnar Gunnlaugsson í landsliðinu í dag? Er spurning. Sem leikmaður? Já. Ef hann væri þjálfari líka. Já, með gæðin í það. Já. Já. Það heldur betur. Það held ég. Já, við erum búin að spara með, það eru fleiri að pæla í fórgjöfunni á Eiðismára, það er eins og að sé einhverju sögursagnum, mann sé eitthvað orðin mjög hárið eða eitthvað, það er bara svoleiðis. Er nafnið ekkert í gólfinu? Nei, ég bókaði hann hérna tími hermi 2. janúar, en annars ekki neitt. Já, ok, þá má fylgjast með því. Já. Meir það síðar, þú allir býðir spenntir því. Býtu, þeir eru opnað núna eitthvað. Nei, það er ekkert að gerast í þessu. Já. Þeir eru að opna á. Það er eitt hérna sem spyr Hjörvar hversu oft hefur farið í gimmi í dag. Það er nú bara einu sinni. Tók chest og smá trísep með því fyrir áhuga sama. Já, það var meira spennandi æfing heldur en byrjunin á þessum leik sem að er rólegur alveg eins og okkur datt í hug að þetta er því. Höldum áfram að taka við spurningum hér eftir smástund. Það er maður sem fylgist betur með. Erum við ekki löngu innkostunum eins og mikið í tísku í dag? Nei, býtu. Íslendingar sækja. Já. Íslendingar sækja upp vinstra megin. Ekkert í gangi. Eiður, nú erum við búin að sjá þetta trend með löngu innkost. Verðum við ekki að taka þátt? Verðum við ekki að það ekki þarna sem að við erum? Landsliðið? Já. Við höfum nú gert það heldur betur í gegnum árin. Meðan það var ekki í tísku, þá vorum við ennþá að þessu. Þá vorum við ennþá. Við vissum að þetta myndi koma aftur. Þetta er eins og gamlu flíkundar sem maður geymir. Já. Maður fer alltaf í kemur aftur. Það er ekki að henda þessu. Nei. Jú, en við erum kannski ekki með leikmann inn á núna svona í fljótu bræði sem getur eitthvað. Hefur Guðlaugur Viktor ekki svolítið verið að grýta honum inn í? Ég held að hann sé allavega ekkert með við Aron Einar og Stefán Teit. Þeir alveg lúraðu sinni teig, sko. Já, þetta væri ágætt nefnilega að hafa eitt þarna þegar við sáum að Aserarnir voru í vandræðum með först leikandræða móti okkur eins og í markinu var ekki Gulli Viktor sem skoraði í fyrirleiknum. Það sem hann knæfði yfir þá. Þarna er hann, heyrðu, glæsilegur spretti og Gulli Viktori. Frábærbolti. Albert. Nei. Strákar, það er búið að sjást hann Árni þarna upp í stúku, Íslendingur sem fóru allarleið til Azerbaijan. Ég var að reyna á hana eftir. Já, skemmtilegt. Ef við haldum okkur við hálfleikinn. Gerum það, haldum okkur við hálfleikinn. Hákon! Nei. Flaggið á loft. Flaggið fer á loft. Nafli, meðan þú hefur ekkert að gera. Já. Var til að opna þess að pakka hérna og stilla upp eitt lið sem meikar sens. Já. Þetta er matchatags hérna.
og Hjálmar, þú keppur á mótunum, opnar þetta Þið dæmið svo eða? Já, við dæmið svo Já. Við erum að reyna að finna okkur eitthvað skemmtilegt að gera meðan að leikurinn er rólegur Hvenær verður maður og gaman til að hafa gaman að opna svona pakka, maður er alltaf gaman að þessu þetta er rosalegt Það er eitthvað sem segir mér að Eiður Smári er ekki eina mynd af sjálfum sér á svona matchatax og hann hafi bara ekki haft áhuga það er bara rangt hjá þér. Þú átti þetta? Nú það? Það er ljótt að segja. Yfirleitt einhver aðdándabrif sem að ég hef síðan ekki alveg klárað að svara. Já. Það sem svona myndir hafa fyllt. En ég mun gera það. Einn daginn. Já. Hörðu, Ísland! 1-0! Já! Það er Íslandi konur yfir. Albert Guðmundsson. Þetta gerði svo hratt maður. Ég sagði ykkur fyrst í markasvöru sköllóttu gæðin þarna er Árni okkar maður á vellinum. Erðu Arnar Guðmundsson að fara yfir hvort sé rángstæða ekki. Eiður, hvað gerist í þessu marki? Ég veit ekki, þetta er alltaf svona moment, fórum maður að fagna eða ekki. Já. Það er svo lúðalegt að fagna og leggja stóna á konan annan og allt sem því fylgir og svo bara allt í einu. Býtu, línan mjög aftalega, maður sjá. Aldrei rángstæður. Yes! Aldrei rángstæður. Skot eða sending, það er bara spurningamar. Ég hef þetta verið með gliru. Sjáum við Ísa korfir upp innanfótasending á Ef þetta er sending þá er þetta æðislegu bolti frábært hlaup. Þetta er að sjálfsög, þú sér hvernig sparkað. Þetta er bara sending. Það er rétt. Já. Geggjað maður. Vá. Virkilega gott mark. Það er munar það að hafa þennan mann í toppstandi aldrei rángstæða langt í frá Ísland komnir 1-0 yfir. Þetta þýðir einfaldlega það að ef Ísland vinnur þá er alltaf úrslitaleikur í Pólandi á sunnudaginn. Þetta er svakalegt. Úrslitaleikur í Pólandi á sunnudaginn og ef Úkraína tapar á eftir fyrir frökkum þá nægir okkur jafntefli. Eiður, er gott að nægja jafntefli? Ekki alltaf. Nei? Ég held að það getur verið að líta svo þægilega út fyrirfram. Þannig að menn geta ofta verið rægir að fara aðeins ofarkári í leikin. Maður vill alltaf að sé bara fara í leik til að vinna. Já. Íslendingarnir komnir yfir og þetta setur okkur í fína stöðu. Eiður spurði áðan hvort við getum farið bara beint á HM. Já, það er heldur betur hægt. Það er, já. En þá megum við ekki fá okkur mark. Nei. Já, við erum samt ekki við erum ekki lið sem er rosalega líklegt til að halda oft hreinu allavega svona eins og við höfum séð taktin í okkur. Svona undanfærin misseri. Þetta er alltaf þessi tími strax sem eru búin að skora. Fínt að setja eitt í viðbót núna, fara inn í hálfleik 2-0 yfir. Já. Það er bara draumur. Við vorum að tala um þetta, síðan bara byrjum við að rúlla liðinu. Eftir 20 já, ég sagði myndi brjóta múrin hann inn kring á þetta og svo það kemur annar mark. Það kemur annar mark, strókar. Ég sé þetta svo oft. Og sé þetta allt saman margoft. Íslendingar með öll tökka á þessu okkur átt núna. Svona, Eiður þessi leikmynd, erum við hvað erum við að spila þegar við erum með boltan? Já, það er svona í uppspilinu eins og ég sagði fyrir leikinn. Það er svona annar miðjumann að droppa og yfirleitt Ísak Bergmann sem fer á milli hafsenda. Stundum þarf þess ekki, stundum er pláss til að fá hann inn á miðsvæðinu, þannig að sleppa því bara. En yfirleitt er leikmyndi þannig að við erum með svona 3 tilbaka til að verða varnarlínuna 2 inn á miðju og jafnvel með við kantara erum við með 4 frammi svona milli þeirra varnarlínu. Já, þetta er en vill ekki Arnar Guðmundsson alltaf vera óútreiknanlegur í þessu, þannig að það er rosalega erfitt fyrir aðra að sjá hvernig þetta á að spilast. Já, heldur betur, hér er koma 2-0 fín íslensk sókn og vera bara nokkuð fínt. Það verður fullt á Íslendingum manni á Pólandi. Fullt. Nú? Já, fullt á Íslendingum að vera. Ég hugsa að sé bara það er hátt í 1000 manns. Ætli ICR þurfi nú ekki hendi í flug bara? Ég veit fullt að lið sem er að fara. Já, ok. Menn er að fljúa nóttina og eitthvað. Já, við þurfum svefnin. Já.
Já, þetta afskaplega notalegt núna hjá íslenska landsliðinu. Við erum með betri markatölu en Úkraínumenn. Þannig að þetta allt jákvætt. Albert, út til hægri á Jói Berg. Já, koma. Kæfið þá. Albert setti boltann í teig af sköflunum á einum Asirunum og rétt yfir markið. Næst besta tilraun okkar Íslendinga. Já, bara hann stýrur sig yfir, hann ljónheppinn. Sláin. Já, hann í nárabuxum? Ekki sé þetta lengi. Nei. Þetta var alltaf bannað að vera í öðruvísi lit innan til heldur en stuttbuxnar. Já, ég pældi oft. Og hvað þá í sama lit og hitt liði núna? Herri, 2-0. Tilbúinir. Já! Sverrir í góðu færi, skallar hann yfir markið. Hvernig er verð á flugum núna? Hvar er leikurinn í Pólandi? Varsjava. Hann er Varsjá. Hvað kostar að fara til Póllands helgina? Hún er gaman að skjótast. Já. Ert þú ekki góðin það frægur að þú borgar ekki fyrir eitt en eitt? Þannig að þú bara frægur. Akkurat. Ég er nú bara þannig hér á minna, ég vil borga fyrir hlutina. Þú ert bara þannig alveg upp. Já, býtið þannig er þetta. Viss er. Þetta er flugið sem flestir að taka. Það er að fara út að eitt nóttina. Það er að segja, ok, gerum þetta rétt. Klukku hvað? Þetta er klukkan 1. Settu þetta á skjáin, strákar. Það er vissari. Hvaða dagar er þetta, strákar? Hafðu bara kveikt á þér, Birkir, þannig ég geti eirt þér. Já. Laugardagur. Já, þetta er laugardagur á mánudagur. Já. Klára jólagjafinar á sunnudeginum áður leikurinn byrjar. Það er allt lokað í Pólandi á sunnudugum. Er það? Þeir eru með alvöru samfélag þar, sko. Kann það vera að þú myndir fagna því? Já, ég er lokað á sunnudugum. Það á að vera lokað á sunnudugum. Já, þeir stilla 3-4, eða þú 3-5-2, getur þú farið 3-4-3 eins og naflinn. Vilt það gera það? Það væri skemmtilegt. Við varum báðir við varum sammála með þetta. Þið varum báðir í Amorim kerfinu. Já, sem er slegið í gegn. Íslendingar í smá brasi hér, 2-2. Asirar færa boltan yfir til vinstri. Hér er 1-1 á Gulla. Ekkert bull núna. Vá. Ekkert bull. Já. Það er þetta var ágætis færi sem Asirarnir fengu. Sko hvenær í fyrsta lagi má byrja að skipta yður til þess að ef maður vill bara halda þessu og ekkert bull. Já. Skipt inn á. Já, hvenær máttu bara setja eitthvað djúpan bara miðjumann og bara byrja að halda. Já, eina góða sexu. Eina góða sexu. Lárus Orri kallaði þetta. Já. Já, ég held að það megi bara þegar landslið sjálfverðin ákveður. Já. Það er fullt snemmt eftir 27 mínútna leik að fara í það. Það er alveg hægt að hrófla við liðinu sem er inn á vellinu líka og stilla sæðins öðru sig upp. Ef þú sér það og sérst að fá mikið af skyndisóknum á það, þá kannski þurfum við ekkert að taka sensi með svona marga fram. Það sem við viljum náttúrulega absolutt er að fara 1-0 minnstakosti yfir inn í hálfleikinn. Inn í hálfleikinn. Já. Eða Smári þetta spilað fullt af svona leikjum. Bæði fyrir landsliðið og svo er þetta svona eins og erfiður útileikur í Evrópukeppni. Jói Berg með skot hér af rúmlega 20 metrum. Hjálmar, ertu með eitthvað goat or quote fyrir mannskapin? Vorum við ánægðir með það síðast? Já, mjög ánægðir. Það stóð í gegn. Það kann ég vel að með það. Já, ég skal vera með það eftir smástund. Í seinni hálfleik. Seinni hálfleik verður goat eða quote. Já. Sko, við erum að tala með þessu og hérna
þegar þú varst að minnast á hann Kasakarleikana, þá varst þú að koma svolítið aftur í landslið eftir að hafa verið bara með landslið í þínum höndum í mjög mörg ár. Nei, ég var náttúrulega, ég nánast hætti þarna eftir að við komumst ekki til Brasilíu. Já. Og svo var ég bara að spila það mikið og með minni að vantaði einhverju leikmenn og Lars syngdi og bara hvort það væri ekki málið að mæta í þennan leik og þennan glugga. Já. Með minni, ég man ekki hvort það hefði verið þá. Hvað ár er þetta? 2015? Þetta er líklega, já, þetta er annarkvort bara, já, þetta er líklega 2015, já. Ég fengið að sleppa síðan æfingarleik sem var í kjölfarið af því að dóttir mín var að fæðast. Já. En jú, svo bara kallaði hérna aftur og þá, ef ég kem aftur, þá ætlum ég með liðinu alla leið og endaði bara í Fraklandi. Heldur betur það sem að, já, þú varst svona, já, það var svona þeir íttur í að koma inn í þetta, en áttaðu þá strax að, náttúrulega frá því að vera eins og ég sagði, bara með liðið í þínum höndum, að þú verið kannski í öðru hlutverki en þú vanur hjá Íslandslandsliðinu. Já, ég var bara í föðurhlutverki. Já, bara pappin. Það voru menn fyrir þess að flugferðir og útileiki vorum alltaf að ferðast á milli. Það voru fleiri en einn sem komið til minn og spurði hvort ég kynni ekki örugglega að setja á bindisnút. Já. Fullandi menn, sko. Já, varst þú hérna? Ég gerði það. Þarna var ásamt þínu alltaf bara, þú veist, vera með liðinu. Ég er líka einn af strákunum þó ég hafi verið, 38 að verða. Já. Ekkert mál. Nei. Já, þannig að það þurfti einhver að hnýta bindisnútuna og það var það sem að Eiður gerði milli þess sem að skoraði mörkin. Það var ekkert annað. Já, nú er oft margar spurningar hér fyrst að Jói Berg er komin í liðið, Hjálmar, er þá eitthvað því til fyrirstöðu að Gylfi mæti aftur? Já, ég er búin að kalla eftir Gylfa. Já. Þannig ég er alveg, það mætti alveg heim í þessum hóp. En það er nóg eftir, við erum að fara á HM, þannig að það er nú stór hópi sem við þangað. Hér er önnur spurning, ætti Arnar Gunnlaugsson að skoða að vera með einhvern sér innkastara í liðinu? Að taka bara einn út og vera með innkastara. Já, bara einhvern sem er rosalegur í innkastum og kannski ekki sérstakur í hinnu. Þú getur ekkert í fótbolta en hann kastar rosalega. Þú vilt sem knattspyrnumaður vera þekktur fyrir það. Já. Þetta er svona eins og rosa í NFL-inu. NFL-skólinn. Vera með eitt bara kicker. Já, það væri í lagi ef að væri hægt að skipta honum inn og strax út á. Já. Bara innkast, takk fyrir, sestu. Þetta er svona eins og þeir sem hafa átt sína bestu leiki á möl. Já, fínum hópað, geggjar á möl. Já, mölin maður. Nafnir mann ekki eftir mölinni. Nei. Settu nú tvö. Íslendingar sækja. Já. Hvað slenskur er dómarinn? Þetta er eitt af því sem ég pæli aldrei. Nei. Það er rosamargir sem pæli í þessu. Já, hér var það nú alltaf. Eiður verið störmandar hreinu. Líður eins og ég hef lesið einhverja fyrirsögn. Eitthvað. Maður er alltaf gaman að vita hvaðan þeir koma. Slóvakíu. Þið finnið þetta í símanum. Já, þetta er Slóvakíu. Skoðum hér hvaðan dómarinn kemur. Það skiptir ekki öllum máli. Nei, engum máli. Alltaf gaman. Alltaf gaman að vita. Það er ein góð spurning. Hann er serbi. Dómarinn er serbi. Þeir eru fljótir hér á tjattinu, fljótir að koma inn í þetta. Tómas Bent er ekki svolítið sérstætt að leikmaður í besta liðinu í Skotlandi. Sé ekki landshóp. Hjálmar, þú? Já, ég þannig haldið það. Hann ættir alveg geta sætið þannig. Þú getur ekki kalla alla inn í landsliðið, þú veist það. Ég væri aðeins Hjálmars hópurinn væri bara 50 manns. Ég væri búin að lofa helviti mörgum sæti. Já, þú ert alltaf í hópi. Já, auðvitað. Þú ert minn maður. Þú ert minn maður. Það er erfitt. Sjáum hér liðin hjá þeim félugum. Markmaður þar vinnur Hjálmar 1-0, það er markmannstaðan. Vörnin hjá naflanum er Trent Alexander-Arnold, Jarell Hato og Denzel Dumfries. Það er Murillo
Timber og það er með Buongiorno hjá Napoli. Ég ætla að segja að aftur sé Hjálmar að vinna. Þannig ertu líka að menn eru glansi og svona, þú ert náttúrulega ekki að taka það með í reikningin. Ég held að þú myndi gera það. Sko, hér er hann með Vitinha, João Neves, Scott McTominay og Estevao. Þetta er geðveik miðja. Já, Doku. Ég ætla að taka láta það fram. Ég tók Estevao úr mínu lið, hann komst ekki inn á miðuna. Þú ert ekki með hann í glansi. Hann er með Gareth Bale, Gavi, Rodri og Doku. Bara til að halda spennunni og lefa nafnum að vinna þetta. Hvað meinur, ég með Scott McTominay, ekki hann. Nico Williams, Didier Drogba og Luis Díaz á móti ég er með hann hérna Achinoa. Nei, nafnum var þetta líka. Þetta fór 2-2. Þá skoðum við bunkan. Það er hotspinna sem að Asirar eiga. Hvað erum við að gera í hotspinna? Við erum að verjast eður. Er eitthvað, sér þið eitthvað? Þetta er svona típist hálft í hálft, eða ekki? Já. Það er svæði og svo einhverju sem eru settir á tiltekna menn. Sýndist mér. Varst þú oft settur á stöngina eða varstu alltaf á manni? Já, nærstönginni. Já. Og það eiginlega sko, það leiðilegast að vera var joggi tilbaka, eða þú veist, koma sér fremsti maður svona að jogga sér í hotspinn og móti. Svona það. En að setja það á stöng. Ég var ofta á stönginni í Chelsea. Já. En svo datt það úr tísku, þannig að ég var bara settur í eitthvað svona auka hlutverk einhvers staðar. Þegar þú varst að spila, dattir aldrei einhvern tíðan í hugað fótboltanætti eftir að breyta svona eins og að, þú veist, þú ert á stöng, þá ertu rosalega expósaður fyrir, þú veist, að gera alla rétt staða. Já. Hugsaður þetta? Það er sennilega ástæðan fyrir því að ég er ekki á stöng. Nei, ég er að segja það, en maður stöður að hugsa þetta bara sjálfur, bara, hvað bull, þú veist. Nei, ég var yfirleitt sá sem var að lauma sér á fjær. Það er eina lauma sér á fjær. Þannig að mér var fínt að hafa mennana. Færðu jólakort frá Tony Pulis eður í ár? Það er hér spurning. Já, ef það kemur þá er það beint í Arneldin. Það er líka því mjög skrítið að við þurfum að senda jólakort alltaf. Er einhver að senda jólakort? Hjálmar, þú ert nú af jólakortskynnslóðinni. Ég hef alltaf gaman að fá jólakort. En finnst ekki gaman að senda þau kannski? Þegar þú segir þetta núna, þá er ég spáðið bara að fara að keyra mig í gang með þetta. Já, ég held ég þekki einn mann sem er að senda jólakort og undirbúið það, Tómas Þórótsson. Já, hann er í því. Já, hann heyrði mér helginu og var að segja mér hann er undirbúið jólakortin í ár. Hann er einstakur, sá selfisingur. Nú, það eru margar spurningar hér, hvað er langt í William Steindorsson í allanslið? Það er auðvitað leikmaður Lyngby sem á íslenskan langafa og við erum að reyna að koma honum í 21. landsliðið. Svo vinna er hafin. Steindorsson heim. Steindorsson heim. Svo handritin. Einn af þeim. Nú, það er nú af spurningum á tjattinu, verið líflegir á tjattinu. Tjattið er gott. Hjálmar, meðan það er allt autt, þá verð ég að fá, þú ert náttúrulega svakalegsti körfuboltasérfræðingur þjóðarinnar. Kannski aðeins, út að það eru margir að reyna að breyta kannski einum dal í 2. Já. Má ég sjá bara hvernig þú gerir þetta, þegar þú sest yfir þetta og byrjar að græða. Það sem að ég horf alltaf í er sko að 1,25 er ekki lítið. Það er fyrst að ég hugsa. Það er 25% ávöxtur. Ég er að segja það. Þannig ég set Grindavík á móti IR. Ok. Bara eðlilega. En svo hugsa ég alltaf, veitur, svo KR Njarðvík leikurinn, þannig að allir afskrifa Njarðvíkingana, það er einhvern veginn stemmingin ekki með þeim, svona 1,7 á Njarðvík. Linnarts ekki með káringunum, hann er í fæðingarólu. Hæ? Leikmaður í fæðingarólu? Já, ekki, ok, ég er að grínast með fæðingarólu, en hann sem sagt fer heim út af konans reiga. Ok. En hann er ekki að spila hann leik. En svo er það mest í 50-50 leikurinn og þarna held ég að búið svo mikil umræð valsmenn núna, þeir byrja náttúrulega ekki fyrir 9. janúar eða eitthvað februar. Valur tekur Altanes, því miður fyrir Kjartan allir sé að fara að tapa. Já. Hvað fáið þetta? 3 leikir, 3,89. Svona, þú gerir þetta bara svona? Já, ég tala mig í gegnum hvert og eitt. Þetta er geðveik taktík, sko. Og þannig er þetta alltaf grætt. Þannig er alltaf grætt. Gaman að sjá. Það verður gaman að fylgjast með þessu í kvöld. Verulega gaman að fylgjast með þessu, gaman að fylgjast með hvernig hann gerir þetta. Það er að skoða sjálfum með þetta hlýðan og nafnlunum. Við erum flottir. Já, glæsilegir. Nei. Ekki alveg nógu glæsilegir. Það er betum á ef þú og skall.
það dynja spurningar inn á tjattið. Já, það er verið að búa að finna vinningshafa. Við kynnum vinningshafan í fyrsta markinu. Ef við ekki að henda núna í aftur bara á tjattinu hér. Næsti markaskorari. Já. Næsti markaskorari. Birkir, hvað ætlum við að gefa? Næsti markaskorari. Noah Amo. Það þarf að koma núna! Því það er komið 2-0! Vá! Geggjamark! Það er Hvað erum við að tala? Það er Hann gerir sér líklega náðan í hotspinnu. Já, Dögg manna hæst. Þetta ég var að segja það. Það er Rafa Benítez að horfa. Leikþátturinn er lokið hjá Asirum. Sjáu ég Sigga Dúlla, hann er bara eins og kóngur hann í jakkafötum. Já, Það er ekki verið ástæð. Ekki það þessu. Engin ástæða. Eður, getur þú sagt okkur aðeins frá hvað við erum að gera þarna í þessu marki? Sko við erum að hóta því að Albert svona gerir sér líklega til að skjóta en hann var ekkert að blöffa neitt en þetta var bara tiltölulega einfalt eitt hlaupur yfir hann setur hann út til vinstri bolti á fjær sem átti greinilega að gerast og frábær bolti og geggjaðu skalli þá hann ekkert svo mikið hraði á boltanum þannig að Sverrir gerir þetta bara frábærlega vel Já, Þannig að dæmis hefði getað verið með einn á fjárstenginni ég sé að Jói Berg strax byrjar að tikka inn stóðsendingu. Já. Takk að tröstið. Þetta er, já, einhverju myndi segja að þetta verið beint á kópóinum. Já, það er óhætt að segja það. Það sé þannig samvinna. Já. Kópósbútin, þannig að það er ekki að þessu markið, þannig að það er bara 2-0. Er þetta ekki léttar og helst þeir? Já. Jú, þetta er ekkert ósvipuð þróun og í leiknum hérna á Íslandi. Það sem að kannski svona fyrstu, já í dag, í kvöld, fyrstu 15-20, þá var ekkert mikið að gerast, en ég verð nú að gefa jaman það, leið og fyrsta markið okkar datt, jú þá, þeir voru hættilegri 1-2 skyndisóknum, Asirar, en maðurinn hafði rétt fyrir Þetta er ekki fyrsta skil. Takk fyrir að líka að fá þetta frá Eiði náttúrulega, það þýr þetta miklu meiri viðurkenning. Þetta er rosalegt, sko. Er hann að stækka? Já, ég er ekki grínast. Við byrjum upp á nýtt, við þurfum næsta markaskorara og þetta setur okkur í enn betri stöðu þar að segja ef Úkraína vinnur Frakka og Aserar vinna síðan Frakka þá erum við bara á leiðinni beint á HM þá þurfum við bara að vinna Úkraínu og Frakkar að tapa fyrir Azerbaijan þið veitum hvernig það virkar Þetta er svakalegt, býtum við 7+4 mörg Já, við erum þá bara komnir á HM ef að Frakka tapa báðum sínum og við vinnum líka Já, Úkraínu Eiður manifestaði það hérna Já, ég minna, menn voru bara ekki búin að opna á þennan valmöguleika Það er rosalegt Eiður, hvað hérna sem þjálfari þarna ef þetta verður svona lágt tempó í þessu hjá Aserunum svona eitthvað inn í seinnileikin eins og með leikmenn sem verður að hafa í seinnileiknum hvað snemma getur þú fara að pikka út af? Sko, þú vilt gera jafnt og þétt Já, ekki 2-3 í einu hefði ég haldið þú vilt ekki hrófla við of miklu í leiknum sjálfum þegar kannski 25 minnur hálftími er eftir en þú getur byrjað náttúrulega tildulega snemma hálftími eftir að leik og svona 1-2 kannski á sama tíma en þá myndi ég ekki vilja sjá til dæmis 2 menni á svipuðu svæði á vellinum nei að sjá aðeins sikkur megin á vellinum eða þeir sem að eiga hlaupa hvað mest sem eru kannski kantarar fyrir miðjumenn Já, svo ferðu kannski að hugsa eins og var nú ekki gert kannski nógu vel í síðasta glugga hverjir eru á spjaldi, eru einhverjir skulum ekki taka áhættu með það þannig að það er alls konar hluti sem kom inn Já, og einmitt þú tekur yfirlega stöðuna bara á leikmönnum í hálfleik þar gefst Arnar náttúrulega tíma bara að setja þess niður með mönnum ég er að spá í þessu hvernig líðu þér gefur mér auka 15 mínútur og svo hvíliði fyrir næsta leik En er það ekki eðli fótboltamann sem jú, er einhver sem segir já, nei, ég væri til í að fara út á núna þeir leikmenn til? Þeir eru til en þeir eru kannski 35 eru 35 pluss kannski vitandi það er startið næsta leik þá er svona, jú, ekkert mál ég væri bara til í að fara út af það er bara gegn Við leitum að þriðja markinu við höfum ekki fengið mikið að færum í svona leik, það var að segja eins og en við erum farin að nýta færin og það snýst þetta Þetta er frábært, 2-0 í hálfleik Hjálmar hvað myndir þú taka út af leikmann út af? Meina, Albert hefur verið að díla við alls konar vöðvameðsli
Við þurfum að hafa hann í þessum leik. Já. Mér varst það briljant, það sem hann að segja að taka ekki 3 út af býtu Þetta er alltaf leik. það sem hann var að tala að taka ekki 3 út af einu, en ég var bara að hugsa út, ég hefur alltaf að hugsa ég er að spila fútbolmannsir núna ég er alltaf að taka 3 út af einu. Var ekki verið að rekka það líka? Jú, það er ekki frá Barnsley Letum við gossa Því stórlið var með 13. seti, spáði að fara mig upp ég fannst við að hann kom aftur tilbaka en ég var aldrei gossa ég var alltaf að taka 3 út af þegar heartbeati var orðið svo lágt sko, maður vildi hvíla tók ég 3 í einu með 3 ferska inn en ég bara þegar hann segir þetta núna eða ég myndaði þá var ég bara já, auðvitað þá var ég bara að fatta ég bara Nú veistu hvað róst er ekki Ég er að segja það er alltaf sinn núna Byrja að segja þau upp á nýtt Það er bara svo leiðis Takk eitt út af einu Gamla góða Haldir í takkanum Spila bara 20 ár fram í tíma Spilaði þú fútbolmann sér í gamla dag? Sjálfsög, ég var meiddur í 2 ár Ég er bara Besta sem gæti komið fyrir Varst að spila Championship Manager líka? Championship eru að vera það Hann har verið Championship Manager 96, 97 Ég man svo ekki að segja frá því Ég spilaði fútbolmanager minni mig á Atari tölvu Já, fútboldirektor átt ég sem var leikur Ég var 46 í sem var Vikan Athletic Sæll Maður féll í skóla út þessu helviti Það held ég Þú veist það Hjálmar að þið Eiður, ég held að þið séu skólabræði ég held að hann reyndur ekki fyrir þér í MS Eiður, eða fórst aldrei í MS 6 vikur, já, tæpa 6 vikur Þið voru báðir Ég held ég hef mætt svona 2 vikur ef þú telur alla dagana saman af þessum 6 Nei, ég mætti alltaf sko en ég vissi bara að ég væri að fara út Það er það sem mikur En ég man eftir þér Já, það er ekki Okkur hlæðum bara því sjálf Það er ekki möguleiki Já, þetta er afskaplega þægilegt Ísland er í cruise control mesta fjörið er á tjattinu Já og myndi Ísland vinna Chelsea svona með að þeir gerir jafntilega Karabak, ég elska svona pælingar svona, ég ætla að sér eftir að slá þessu föstu, þurfum ekki einu svona eyði að svara þessu já, það eru alls konar góðar spurningar, það er dælast hérna sjáum að já, þetta dundrast inn Já, ég ætla að gefa Eiður fíld frá því að ræða eigin þjálfaraferil, það er voða mikið verið að spyrja það við ætlum að einbytta okkur á landsliðinu fókus á boltan Íslendingar bara í cruise control algjört cruise control í hálfleik þá ætlar naflinn að spila smá naflaból og sko þú ætlar að finna búninga og svona sína eigið á Já, svona fá hann aðeins til að segja hvað hann hugsar þegar hann sér þessa búninga hvort það séu góðar minningar eða hvernig minningar þetta eru allt saman þeir eru sumt að þessu fallegi búningar aðrir minna Þetta er svo geggjust að fara inn í leikli 0-2 Já, þetta er satt ekki búið Nei Ekkert Nú bull þurfum við að halda. Nú þurfum við að verjast Við verðum að hafa þetta reynu leikurinn er Kraká, ekki Varsjá leikurinn er Kraká Hver sagði þá Varsjá? Varsjá leikurinn er Kraká ég hefði vitað að hann var í Varsjá og Burt með það sjá þetta væri hinn svo kallega vestirtími þarna gerði Andri Lúkas vel náði í snertinguna og í þeim tölu orðum Tökum þessu. tökum þessu heldur betur þetta er flott hvað segirðu? Fotmop segir Varsjá Fotmop segir Varsjá Varsjá Er knattspyrnusamband Íslands ekkert með vefsíðu? Jú sko, ef við kíkjum á það hvað er fáum þetta bara á reynt áður en að við fáum nei, leikurinn er í Varsjá segir annar
Það verðist vera sigur fyrir Birki í Bullis. sem grunaði. Nafli, ertu með liftarapróf? Nei, en ég vann satt í á lagartum íslenska-ameríska á liftara. Próflus? Það er eins og að vinnu eftirlitið og allt þetta. Nei, þetta var sérst ekki forkliff liftari, þetta er bara svona, þú veist, rafmagnið inn og Það er rafmagnið alveg sama, eftirlitsiðnaðurinn á að passa upp á að þetta sé ekki gert. Hvað er þetta út? Kottu með treyjur. Er það í rjári, ætlaður að senda mig á liftara ná í þess? Það ætla að senda þig á liftaran, sækja treyjur, við ætlum að sína Eiðismára treyjur í áleik sem að minna hann á þú veist, hann átti margar geðveikar stundir með landsliðinu og svo voru á bladra sem að voru ekki bara tættu alla búningana alla og svo bara hvað segirðu? Já, og sestu bara í sæti. Þetta the good old days. Því að Eiður á mjög merkilegan landsferil, hann náttúrulega byrjar mjög ungur og fær síðan bara svona pásu á sínum landsliðsferði, það er að segja að hann meiðist illa og Heiður fyrst í landstíkunni, hann kom 1990 hvað er 94? Nei. Íslandi, 95? 97. Það var ekki fyrir, það var Logi var með liðið. Já, 96. Það er 96, já. Já, 96, það hlýtur að vera. Já. Ég er 96. Já, þá 17 var það 18. Já. Sko, ef við skoðum þetta, ég meina þessi hérna, er þetta með meiddur Eiður? Þessi treyja? 9. Þetta er bara Helgi Sigurðsson, sko. Já, þetta er Ísland Frakkland 98. Já, þá er ég komin til Bolton, Já. En ég er ekki komin í svona á það róla ég ætti að hafa verið í þessum hóp, sko. Sko, Eiður, er það rétt að þegar þá varst þú væntanlega í 21. landsliðinu? Ég fer með 21. landsliðinu til Makedóníu, Atli Eðvalds heitir var þjálfari. Já. Og ég meiðist í þeim leik og ég frá í 6 til 8 vikur. Ég reif lið þó. Það fannst mér bara pínat sem við það sem hafi gengið í gegnum. Þegar er það rétt að einu sinni hafi verið að setja upp á flugstöð að ræða við aðra landsmenn, þá hefði minn maður Guðjón Þórðarson hafi komið og sagt, strákar, við slum ekki vera að blanda liðunum saman. Þú manst ekki eftir þessu? Jú. Þá erum við að ferðast 21. lið og A-landslið og ég og Arnar Gunnlaugs vorum saman í Bolton og erum búin að taka allt ferðalagi saman í rauninni, nema kannski rútuferðina. Þegar við komum á tiltekinn stað, ég man ekki það var ábygglega fyrir þennan leik, Armeníu eða Makedóníu eitthvað slúðis. Og ég og Arnar sátum saman, við vorum búin að ferðast saman allan tíman og þá fannst svona Guðjóni Þórðarsyni á þeim tíma fannst bara ekki gott að við ættum að vera að blanda saman liðunum. Bara A-landsliðið sér og 21 á sér. Strákar ekki verið að blanda liðunum. Þetta er ástæðan fyrir ég elska hana gæja. Það bara færði mig þá bara. Það var ekkert að setja mig upp á móti því, sko. Það er bara skemmtilega að segja, ég elska þetta. Þetta er bara svo mikill Guðjón Þórðarson í þessu að ég elska þetta, sko. Við sýttum næsta búning. Hérna, Eiður, hér. Já, þetta er fyrsta A-landsliðsmarkið. Hlýtur að vera. Já. Er það ekki? Jú, það er... Jú. Þessi treyja hér. Ég held það. Þetta er auðvitað mögnu treyja. Þú varst alltaf nummer 9 eða svona, ég venst þér í treyju nummer 9 hjá íslenska landsliðinu. Já. Ég bara alltaf nummer 9. Nei, svo 22. Fórstu, í seinni bylgjunni, já. Ég er náttúrulega fer út úr landsliðinu og var ekki Kolbeinn Sigþórs ábygglega í 9. eða... Já, hvernig sem það var. Svo kem ég inn í þetta og bara 22. Það var bara fínt. Ég var hvort ég er komin í auka hlutverk, þannig að svona 22 fannst mér flott tala. Líka signature-númeri hjá þér. Já. Það er bara, þegar maður hugsar Eiðsmára, þá er hann númer 22. Við sjáum hérna ógeðslega flotta mynd af Eiðsmára, þar sem hann er að fagna Ásgeiri Sigurvinssyni í mest iconic leðurjakka íslensku þjóðarinnar. Ef það er eitt leðurjakki sem bara ætti að fara á svona 11 milljónir á uppbóði, þá er það leðurjakki, sko Ásgeir Sigurvinsson var líka í svona leðurjakka 97, 2016 og hann var í honum daginn. Þetta er 11 milljónir út af fingraförunum mín. Já, og líka bara þessi leðurjakki, sko, ég er búin að sjá Ásgeir, ég hef séð hann svona 10 sinnum á ævinni, hann har alltaf verið í þessu iconic leðri.
og Guð blessi þennan liði hann í geðvikur. Já, við skulum sjáum Bjössa hérna, liðstjóra hérna að fagna með Arnari Viðarsson, hvað ætla að fara að fagna með Bjössa í ringnum geðúa. Þetta er ekki mynd. Sko, hérna er náttúrulega varabúningurinn. Þetta voru gamlega góður Royce-tímarnir. Já. Þetta eru... Ég man ekki eftir að hafa spilað í þessum búning. Hér erum við Ekki hvíta, bláa jú. Já. En hvíta Royce man ég ekki eftir að hafa spilað í. Þú hlýtur að spila eða móti frökkunum úti? Þegar við... Nei, það er hérna með ísmólunum hérna á öxlunum. Býtur 99 Nei, býtur frökkunum Ístræðin 2002 Það er 2000 Það er staðfest, ég feiti Chelsea það sumar. Nei, þetta er potið 99 því að þetta er undakefni EM 2000 Frans Æsland 30 1998 Já, þarna er Díónum. Þetta er ekki þessi búningur. Þetta er annar búningur. Annar búningur. Ég er að segja þessi hérna með eitthvað. Þetta er ekki hann. Nei, þetta er hvítaútgáfan að bláa sem vorum að skoða á það. Já. Bæng. Heldur betur. Slá mig fyrir það. Þetta er 99. Þarna er Björn Þórðarsson ennþá. Þarna er Gauji. Síðan hérna er klaka hvíti. Þessi hérna. Þetta er í... Þetta er svona 2003. Þetta er 2002. 2003, já, svona það dæmi. Hvernig varst að fíla þetta klakadæmi? Það er svolítið töff. Hvor finnst ykkur flottari, hvíti eða blái? Mér finnst blái liturinn alltaf flottari. Já. Það eru bara okkar litir. Ég var að pæla í, sko, þetta er S. Hver var svona S-maðurinn í landsliðinu í 2002? Ég var eitthvað að skoða þetta, er þetta Jói Kalli, er þetta Þórður Guðjóns, þeir voru báðir í 10-unni, eitthvað. Ekki var það Helgi Sig, hann tók einhverja treyju þarna, hann er ekki S-maður. Nei, ég man ekki eftir neinum sem hafa verið í S. Það væri það helst Dotti. Það er að vera mjög vinsælt í dag, S. Jói Kalli. Bjarni Guð, já allavega ekki stuppbuxur, það var aldrei S-stuppbuxur. Það sé á hreinu. Ég var að skoða gamla skýrslur af 10 í þessar treyju. Þetta var annarkvæmt Helgi Sig, Jói Kalli eða... En þegar þú horfir á þessar klakatreyjur hérna... Helgi Kolviðsson hefur sennilega verið í S bara þegar hann vildi sjást sko oljuborinn og fín. Manst þú eftir því þegar að hönnun og fótboltabúningum breytist? Það er að segja að búningarnir fara að verða aðeins meira, þú veist, frá því að vera bara baggy í það að verða svona tight. Það var akkurat sá dagur sem ég breyti mataræðunni. Manst þetta fyrsta Chelsea? Já, sko. Er þetta ekki 2004? Þegar maður sér gömlu búningana, þá er það svo astnalega stórir. Ég á nokkra típur heima. Þetta er á stórt á okkur alla 30 samans í dag. Þetta bara hengu einhvern veginn. Þannig að þetta pælingi var góð. En svo þegar þetta er orðið allt og þröngt og komið úr eitthvað svona teygjuefni sem er í rauninni bara innöndibúningur. Þá er ég ekki mikil fan. Ertu síðarmamaður eða shortsleeve? Ég er síðarmamaður. Og það var ekki fyrir svona seinni árið það sem að mátti vera í svona þröngum innöndir síðarmat. Mér varst alltaf gott að vera með síðarmatnar. Þannig að þá fór ég stundum í stötturma yfir. Það held ég, þannig að en kallar þessir, eins og ég segi, kallar klakarnir á ákveðna leiki í þínum huga, bara eitthvað svona þegar þú sér klakana hérna og hvíti minni með að hafa verið Skotland Ísland. Já, úti. Já, og heyrðu, og hérna Ísland Þýskaland á Laugardalsvelli þegar að Lárus Orri var bara takkarlengt frá því að vinna fyrir okkur þann leik á 89. mínúti. 0-0 leikur. Já, við höfum þá verið bláir í þeim leik. Bláir. Já, það er þegar að Heiðar Helgusson... Ég er bara að tala um munstrið. Já, Heiðar Helgusson og Oliver Kahn fara enni. Já, og hann óskar góðs gengiskann. Já. Og Rúti Föller meltdánið eftir leik. Það var iconic stuff. Þetta var auðvitað þýska landslið sem að hafði farið á úrslitaleikinni í heimsmeistaramótinu árið áður og... Já, það var sæmilega meltdánið hjá Rúti Föller eftir leik. Við sem skoðum fleiri treyjur, þessi hér. Hvernig varst þið þessi yður? Var þetta eitthvað búningur sem var einhver upp á þér? Ég var ekki að fíla hérna. Nei. Ég átti fínustu leiki í þessum búning, en það var eitthvað við efni sem var eitthvað skrítið. Finnur það ekki? Jú. Láta klóka bara. Þetta er eitthvað gerfi. Fekk ég fyrirlega bandi í þessu búning? Já, þetta var kannski alveg. Og við minni að ég hef jafna markametið í þessu búning.
út í, Norður Írlandi Já, geta það verið. getur verið. Já. Er það fyrst leikunni hjá Jóla, 3-0 eða, já. Þú veist, þegar þú ert þannig leikmaður Chelsea á þessum tíma og Barcelona og svona, varst þú þó, veist, þegar fótboltamenn, ég veit ekki hvort þú áttir á því eftir og hættir í fótbolta, að fótboltamenn elskar töða. Það getur röflað yfir öllu. Og ég þekki 200 fótboltamenn sem elskar röflað yfir öllu, en varst þú stundu bara, hei, gamla, hvað er þetta? Nei, ég var ekki þessu tíma sko. En af hverju eru fótboltamenn sem eru röflar? Já, en engin upp í stúku röflar. Þetta Jú, er bara fótboltamenn. en þetta er samt, veist alveg hvert ég er að Þetta fara. er bara þeir sem spila leikinn sem röflar. Veist nákvæmlega hvert ég er að fara. Þetta er, við erum að rifja upp hérna gamla landsliðsbúninga sem að Eiður hefur spilað í, skemmtilega mynd síni þessa mynd, ef getur við það? Skemmtilega mynd þar sem að Eiður og Hannes auðvitað spilaði með Karabakh, tenging, hann var svo svalur að hann fekk bara díl hvert sem hann þurfti ekki nema bara að heilsa upp á fórsetan og hann var komin díl á borðið. Já, þarna er verið að fagna marki í einmitt þessum búningi sem við erum að skoða. Við enda þetta á þessari hérna treyju. Þetta er auðvitað mest kannski... Ég meina Liverpool líka. Já, byrju, hvað er hún? Hún er hér. Já, það er ekki Markmanns? Já, þetta er bara leikurinn. Já, einmitt. Sjáum hér þessari hérna treyjuður. Hver er nummer 21, takkanni? Arnór Ingvi, Trausta. Þessi er náttúrulega leikurinn og aukaspinnu. Rétt framhjá. Eiður, nei, rebound, rennur hún rétt framhjá. Já. Það er alveg eitt, það er svona, myndi ég segja, ekki beint eftirsjá, en hann hefði alveg mátt leka í Já, þarna, því að þá hefði bara verið komnir áfram. Við þurftum ennþá úrslit á móti Austurríki til þess að komast upp úr ullu. En eftir að higgja var svo æðislegt og bara ímyndaður að fara til Frakklands og enda í Nice á móti Englandi. Já, það var bara eins og Jesú hefði skrifað þetta handrit sko. Á stórkostlega. Og ekki hætti það þar. Svo er það bara frakkaleikurinn. Það er hérna frakkaleikurinn og já, síðasti landsleikurinn minn. Já. Og hérna sáleikur var búinn áður hann byrjaði. Eiður, það var hérna við hittum hérna góða manneskju í dag og hérna nafnið það varst þú sem að fórst eftir þessu, þannig að það sé allt á hreinu. Ég sagði mér svo sem að það er alveg margir sem hafa meira þú veist, en þetta er frá síðasta leiknum, hér er sjáið að UEFA Euro 2016 8. úrslit Frakkland, Ísland og 3. júlí 2016 á Saint-Denis. Þetta er veifan fyrir leik og það er svo sem erfitt að gleðja mann eins og Eiðsmára en þetta er allavega gjöf til þín frá þeim sem afbókur þetta. Þannig að ég tek á móti þessu. Eða ekki? Þannig ætla ég ekki vera nöldrarinn og segja bara hvað ég bjóst við róleiknúri sko. Já, við vorum að skoða það en við hugsaum að þetta verið persónleira. Þetta er síðasti landsleikurinn. Þetta var hinsti dansinn. Það var nú alls konar fíblalæti hérna með ykkur. Það var þetta bara, já, þetta er greinlega ekki bara fíblalæti. Nei. Já, hvað maður hafa þetta skemmtilegt. Passu upp á það. Já, Eiður kláraði þetta allt saman í þessum fræga leik á móti Frökkum. Þetta voru treyjurnar sem hann var í. Væri hrikalega gaman að gera þetta einhvern tíma með Eiðsmára og sínunum gamla Chelsea búninga og gamla Barcelona búninga og hvað þetta minnir hann á. Mikið af, þetta er svona þegar að fótboltatreyjur fara að vera tískuvara sko Hjálmar, þegar þú sér treyjuverðin í búðum í dag svona gamla 04, 05 treyjur sem eru með alla mertar hvað þetta kostar, hugsaðu það ekki með þér þú veit allt sem ég er búin að henda hérna kynna tíðina. Þetta er bara eina mínu mestu eftirsjón. Það er svo mikið sem farið rusli sem eru iconic treyjur sturlaðar sko. Hugsaðu þú ættir tóttir á kappadótið og þetta. Já, maður þarna einmitt síðan að tala þröngatreyjur 2004 tóttina með eitthvað. Já, einmitt. Það komið í slimfitt hérna. Það var bólurinn sem stuðnismæður, gæti ekkert verið í þessu. Nei. Það var bara skelfilegsta hugmynd og ég manna því ég kefti þetta maður bara voru allir bara, þá var ég í fínu formi sko. Það nákvæmlega. Þetta var mitt uppáhaldstímabil, slimfitt tímabilið. Hrikalegt tímabil. Það var ekki fyrir alla að vera í slimfitt tímabilinu. Nei, það var nefnilega ekki fyrir alla hérna
svo var svo flott þegar að þið mættu í hvítu búningunum Chelsea var það fyrsta ári eftir að Róman kaupir klúbið þegar að Verón var mættur og allir, veistu hvað, hvítu og bláir Já. trilltir Chelsea búninga þessum tíma, leikurinn farin aftur af stað engar breytingar strákar, er það rétt skilið hjá mér allan að Íslands megin að erum við að mæta með sama liðin á svona í fljótu bragði þetta er Andri, þetta er Albert þarna eru þeir allir Er þetta ekki? Já held ég sjá það verið sem að klaka ég sé það hérna á tjattinu að klakatreyjan á sér einhvern sess í huga þjóðar Já. Ekki drögg núna Nei, það heit ekki einu sem markið Eiður, vorum við í klakanum á móti Ítalíu? Nei Við vorum í hvítu samt Er ekki rétt fyrir Ég held að það sé rétt fyrir Strákar, eigum við mynd af Ítalíu Ísland Ísland-Ítalíu Ísland-Ítalíu, segir Jú, við erum í hvítu Já, Ég er nokkuð viss um einmitt það En það var ekki klaka Það var ekki klaki þar Það er hérna, já með 2004 Það er Þetta var iconic Svo er svo erfitt með að einbytta mér þegar ég er að horfa á leik spjalla, ég er ekki gæinn sem er að spjalla mikið Já, þetta er þessi búningur hérna og Þetta var gegn Þessi var flottur Já, það ekki? Jú Þarna erum við að spila með 2002 HM-boltan 2004 og við nýttum þessa bolta eitthvað inn í þennan áratug sem sagt, eða sjáu boltan sem við spilum með það var ekkert verið að skipta bolta á Laugardalsvelli það var bara að spila með þennan fram eftir öllu bara, hvað er það þá til? Spilum bara með þennan Vanta 3 bolta Þetta er afskaplega þægilegt á okkur að núna hjá íslenska landsliðinu Við þurfum að passa okkur sko Ok Já. Það er svolítið hægt að menn haldi þetta sé komið en nei, það er ekki komið Bara burtu með hann Sjáum hér að Elias fer út í þetta Já Svona eiga markmenn að vera Þetta er það sem við viljum sjá Já, svífur eitthvað draslinni teig og þá kemur markmaðurinn og rýfur þetta niður Ætti hann ekki að snúða sig Ég held að það getur verið svona Já, það er eitthvað í mig sem svona meira intimidating Snúðaður hann er ljúfur svona Já, nú aðeins og ljúfur eða fá sér hjálm eins og check Já, eða fá sér hjálminn En svo Nei, ætli það sé Ég er smá nei, það er ekki dágur hvað sé alltaf að sé En er svona hjálmur, er hann bara leifilegu sem eitthvað tísku atriði? Nei, ég held Það að er ekki þurfa eitthvað að að vera að Jú, Andrei Lukas og pressan heldur áfram við erum beðast með á algjörlega við kalana með hauga mönnum í pressu þarna hefði þurft að leysa betur úr þessu Þetta er númer, hvað er Hákonan? Ég var ekki búin að hugsa þetta fyrir nú er númer 9? 9, já Miðjumaður númer 9? Mér finnst það Hvað segir þið við því? Mér er ríkalega rétt að hróða Það er banna. Já, Þetta ég Ákveður var ekki búin að flagga á þetta Ákveður er Haraldsson númer 9 já Þetta er ekki gott Er þetta búin að vera svona lengi eða? Er þetta ekki fyrsti leikurinn eða? Þetta gengur ekki var hann ekki komin í sjöuna? Jú. Því að Jói Berg kemur Já, aftur já. og það er 100. leikin já, en vitið þið ekkert? Já. það Nei, er- ég bara gaf mér að fara ekki í 9 Nei Herðu, hvað er það að Þetta þóli ég ekki maður En munið ekki eftir hérna þegar William Gallas var 10 í Hafsend hjá Arsenal var hann 9 eða 10? Já, 10 Herðu, var ekki Búla Rús sem að fekk 9 á Chelsea í Hafsend? Það var akkurat það sem ég var að leita og svo voru með Clint Dempsey í Fulham nummer 2 það er eitthvað skrítið við þetta óþólandi Þetta er Já, Djúviti fyrir í töðrum Shit Ok, nú get ég alla hort á Take me leikin back Burtu núna Já, Vel gert. Já, Elias með Ólafsson allt á Gín. Heyrðu. Já, nei, við erum bara klárir þarna Þetta er að gera það sem að þú gerir Hjálmar, að vera klókur Já, sögu að því
Ég á töluvert langa sögu að því að vera klókur. Já, kannski ef við kíkjum aðeins á pílukasti í kvöld, það allir að horfa á píluna núna, það er bara svo það lítið að gera í íþróttum að ótrústu menn hafa verið að horfa á pílukast að undanförnum. Það eru seinni leikirnir, er ekki 16 manna strákar, nei, þetta er að vera að klára 16 núna, ekki? Og það eru seinni 4 viðuregnar í 16 úrslitum. Og alltaf getur sett mig bara vinnir á þessa leiki, bara 1-2 og bingo Hjálmar. Já, ég get gert það, ég horfa á þetta í gær. Venik, hann er of weak, þannig að springa tekur þetta, bara í útlit og annað. Luke Littler, þægilegt að fá 1,2 bara og geta að fara í sáttur á kottan. Vander Gerven, sko, það sem ég ákjör af Michael Van Gerven það sem ég ákjör af skilnaðurinn. Þannig ég fer í nópertin. Alltaf fer þú í andlega en svo Josh Rock eða Conor Scott. Sko, takk alla leikina. Það var að Josh Rock, förum í præsin og Humphries. Nei, það er á morgun. Það er á morgun, ok, bara í dag. Við erum ekki þolinmæður. Við erum að fá 5.29. Ég veit ekki hvort þið finnst það nógu góð ávistun. Já, en ég myndi aldrei fara í Danny Noppert. Það er út í að þú ert ekki... Ég skil ekki þetta með skilnaði. Andlega ferðalagi. Þú skilur hvað 2009 strax eftir hrun ég verður bara reyður að heyra Já, það er nefnilega málið ég þarf að vera í strögglinu eitt sko. Er ég búin að biðja einhverja vorkun út af því? Nei, ekki neitt Þú er aldrei biðja neitt sko frá neinu Það er það ég lélugur í pílu Er ekki búið Þetta er alltaf að koma Þetta er allt saman Ég fer að fagna 20 ára ammali núna bræðum Íslenska landsliðið er að Íslenska landsliðið að íta liðinu framar og þetta er eins og ég segi Arnar Guðmundsson væntanlega eitthvað aðeins verðin að pæla í skiptingum fyrir þennan mikilvæga leik á sunnudagskvöldið Ætla að sé þá Jói sem að keppi fyrst út af Já, ég myndi taka bara út af því að hann hefur verið að meiðast þá myndi ég taka Albert fyrstan út af þrátt fyrir mikilvæg að hann segði ég ætla ekki að gera lítið en er það ekki aðeins svo mikið svona gefa Aserbætir blóða tennurnar við séum farin að horfa í það næsta ég veit það ekki það er nú, já ég vil að gefa Aserbætir það, þeir eru ekkert að gefast upp nei þeir eru bara svona lélegir held ég ekki þeirra anda þeir eru bara ekki betur en þetta nei, við erum að leita næsta markaskórar Íslands endilega komum með það í tjattið næsti markaskórar Íslands hver er það sem gerir 3. markið þetta er afskaplega notalegt hérna hjá okkur ég er ekki ennþá búin að ná að hringja hann Átna sem er að býða til símtali frá mér í Azerbaijan við erum að heyra í honum búin að fljúa alla þessa leið og hvernig var hann að fljúa, veistu flugleiðina? Þetta London eitthvað Já, ég er að fara Bluetooth hérna inn á síman. Það er... Hvernig finnst þetta að fara stað í seinni hálfleik, Eiður? Við erum búin að standa á okkur einhvers konar pressu frá þessum. Og Elli búin að grípa frábærlega inn í... Erum við aðeins heppnir að ekki verið kíkt á þessa heppni hjá Sverri Inga? Já. En stundum þurfum við bara að hefna með okkur og við erum allavega svona búin að standa það á okkur það sem að þeir hafa boðið okkur upp á hérna í seinni hálfleik án þess að við séum mikið að þrýsta þá tilbaka en 3-0 Nei, ekki 3-0 það var fyrsta færi sem við klikkuðum á Já, við erum búin að vera mjög skilvirkir Já Það er allt í lagi að líta upp og sjá hverju það var option það var option við sjáum replay eftir smá stund Eiður, er til official tölfræði flesta stóðsendingar í svo íslenska landsliðsins heldur þú værið þar? Heldur þú setja efstur þar? Værið þar? Ertu þar? Það hlýtur að vera Það hlýtur að vera, já Ég er ennþá, ég veit ekki hvað það er þetta svona hotspyrnu dæmi ég get ekki ennþá sætt mig við það að það sé bara full on stóðsetting Nei Já Of gefins Já Ef þá fara að setja mörk inn í úr vítaspyrnum inn í Svega Já, til dæmis Já Þá getum við kíkt hverju markaðistur
Já, þá getum við skoðað það. Þeir eru líka búin að veikja núna stóð. Það tók ég smá stund að fatta. Ég bara... Penn Sigursson. Þeir eru líka búin að veikja þetta stóðsendingadæmi. Nú má boltin fara í menn og það er stóðsending. Það var nú bara... Já, þetta er orðið... Því fantasy kallar ekki aðalega búin að vera... Er þetta ekki... sko. Er þetta ekki aðalega búin að vera ykkur... Er þetta ekki ykkur fantasy kallum að kenna? Ég hugsa það. Já, fyrsta markaskorinn það er Gilsari eða Gil Sigurd. Það er búið að senda þér skilabóð til lökum með þetta. Fyrstur með þetta Albert Guðmundsson, hár rétt hjá Gils Ara. Ég satt ykkur frá því að Ungverjar eru að vinna Armena 1-0 sem eru hræðileg tíðindi fyrir Heimir Hallgrímsson. Það er ekki gott. Norðmenn er að vinna Eista 3-0. Sörlöð með 2 og Holland með 1. Þetta kom allt saman á 6 mínúna kafla í byrjun seinni hálfleiks. Nú, svo eru margir væntanlega að veltaði fyrir sig hvað er að gerast í Afríku playoffinu. Nígería 1, Gabon 1 er staðan. Spilaði Marokko. Og þar var það Mario Lemina sem jafnaði fyrir Gabon. Hér eru Íslendingar að sækja. Já. Albert, óhrættu við að reyna skot? Já, óhrættu við að fara sjálfur. Já, það er rétt. Það var hugsanlegt laup, svona vistar með við hann sem hefði getað fundið. En þú veist, allt í lagi að láta vaða. Já, allt í lagi að láta vaða. Líka að leiði að fara að grýta honum. Býtu ég ætla að skalla. Sérðu? Líka leiði Andri. Skotið! Vel gert. Þetta er alltaf... Veist þetta ekki skemmtilegt? Nýjan? Nei, þetta minnst ekki skemmtilegt, en þetta var gott skot þarna hjá Andra. Hann var að leita klófinu á varnarmannunum, fann það nákvæmlega varið. Bara setja henni í netið, maður. Eins og góður þjálfari, sagði einu. Bara setja henni í netið. Heyrðu, það er þegar þú segir það. Bara skalla henni í netið. Setja gólkúlun ofan í hóluna. Jöfnir. Setið í neti, drengur. Já, þetta er bara að líta, eins og ég segi, þetta lítur betur og betur út 30 mínútur eftir af þessum leik. Fljótlega förum við að fá byrjunarliðin úr leik Frakklands og Úkraínu. Úkraína, þetta ágætlega mannaðir, en kannski ekkit eitthvað stórkostlegt lið. Ef ekki alveg möguleik á sunnudaginn, eður? Jú, við hefum möguleika, við sýndi það hvernig við spiluðum á móti á stórum köflum hérna á Laugardalsvelli, en þá megum við ekki spila sama varnarleik, sko. Ég er aðeins upptekinn við að horfa. Já. Ég er aðeins upptekinn hér. Já, allt í góðu. Skal bara nafli. Já. Þessi aðeins að þér. Það er... Hvert ætlar að fara með þetta? Ég ætla að fara með þetta. Þið langar að við förum til Boston. Já, mér döður langar það. Þetta er svolítið bara svona, ef að íslenska landslið mun spila leika heimsmeistarmótinu í Boston, þá bara, ég er náttúrulega búin að fara til Boston yfir sumartíma, er ekkert að gerast þarna. Ég fór í fiski til Boston núna í júlí. Þú vilt vera í Miami? Nei, það er alveg 35-40 gráður í Boston. Það er ekki okkur í þingaldum. Þú veist ekki til Boston, ekki þú verið eitthvað að reyna að vera eitthvað sniður með. Fórst á Staupastein? Fór á Cheers, ég farið... Vissu allir hver á vast? Já, ég er íslenski nóm. Hver var? Já, þessi, ég náðu þessum. Allt í lagi? Þessi er allt í lagi. Ég það harður Bostonmar, ég sé þess að þetta í sendintíð. Já, það ekki? Jú, Norm. Everybody knows your name. And they're always glad you came. I wanna go where people are all the same. Go where everybody knows your name. Já, þetta er ég nefndi aldrei að horfa á þetta. Geggjaðir. Þannig mótróið þinn gegn Bostonborginni byrjar bara strax þarna. Nei, mér bara langar ekki að sjá þetta. Ted Danson og Woody Harrelson Það ertu gamall þarna hér og þetta er ég er sko 17-18. Já, það er í svona 10-11 ára. Ég var að horfa á Helen Pace. Það var meira svona minnbrandari. Sko þeir eru að koma aftur á TikTok núna, það verður að sína svona gamla klippur á TikTok.
Heilan Pace, það var alveg kveðum Það var grínar Ég er náttúrulega byrjaði í Benny Hill Minni ekki eftir Benny Hill jú, Já, jú. bara læginu Það var alltaf að lemja kallinn hérna Gamla kallinn á hausinn En Þetta var Flintstone líka, hann var alveg gaur Hann Hann dó einn í London Ég er aðeins að reyna að Átti engin börn Alveg Já, milljarðamenn var þetta 6-7? Þetta betta mér á það? Nei, við erum ekkert að vera 6-7 Já Það er sókn hérna hjá Aserum Nei. Það er leikmannum 9 hjá Íslandi Hákon Haraldsson bergar þessu inn í eigin varnar inn í eigin vítateig Minni ekki eftir þessu Varst þú ekki eftir, þú lítur að muna eftir þessu Já, já, Benny Hill var stórt nafn þegar þú varst það er rétt. Úti Það er rétt. Það var svakalegt sko Já, Jú, blessu sér minning Benny Hill Já og voða sniður Það var geggjað sko Það er best að fara að horfa gömur YouTube-vídeó með Benny Hill var sama upphafstefið í Helsebæli? Nei Það var bara líkt var svipað. Já, mjög svipað Nei, það var það sem ég var að syngja held ég Er það ekki? Nei, ég má það ekki Nei, þetta er Benny Hill held ég Já Hér Bíddu. sjáum við sjáu þetta bros sjáu þetta fallega bros Þetta er Hvað er það með þetta? Þór Þorlófsöfn Já, þannig er sko Þór Þorlófsöfn tapi ekki með meir en 16 stigum ég var að horfa á stólana á móti Manchester núna á þriðjudaginn bara stutt síðan þeir spiluðu og ég held að þeir vallt ekkit yfir Þór Þorlófsöfn sem er bara í blóður í botbaróttu síðan eru Njarðvíkingarnir pluss 2,5 mæta Linnardslausum káringum síðan einhvern veginn finnst mér Keflvíkingar alltaf vera slakar í fyrri hálfleik mér finnst þeir byrja að leikja ekkert sérstaklega vel en ég held að Skagamenn geta alveg staðið með fyrri hálfleik en síðan tapa þeir auðvitað leiknum almennt skemmtilega pæling hér hjá naflanum okkar auðvitað karfan, það er allt hei í harðindum í íþróttunum þegar það er lítill fótbolti sko eður landsleikjarhlé ég ætla að leifa að klára að horfa á svona því við veitum ekki heyra neitt þegar öfnum er í gangi Hvað sagði? landsleikjarhlé sem leikmaður hvað fannst þér landsleikjarhlé? Svona ef ég hefði bara spurt hvað finnst Það þér var æðislegt Það var svo gott til að brjóta eins upp bara þetta daglega sem varst að standa í og aðeins að bara hitta, þú veist, svona bara Íslendinga og félaga sem að virtu svona vera eins nær þér og bara svona öðruvísi stemning, miklu afslappara og þægilegt en ef þetta var æfingarlandsleikur sem er á miðjutímabili eða hvað þá í lok tímabils, það var hræðilegt. Það er bara því að þú ert komið hugan við hana. Bara vill komast í frí og það voru hann tímabil það sem ég kannski við erum að fara að einbeita okkur að meistara, sko, deildarleik og svo meistaradeildarleik þegar ég kem tilbaka eftir æfingarleik einhvers staðar út í San Marino þá hafði ég lítið sem engan á það það er ég skil en umhverfið allt og landslið þetta var geggjaði tímar kunnur best við að vera með landsliðinu að núta á loft þegar þið voru að núta við Reykjavík-flugvöll á loftliðum gamla loftliðum eða vildur leiði betur við Suðurlandsbrautina maður sjá segja að verið skrifið upp á við Suðurlandsbraut svona aðeins hvað ég segi, meiri gæði öllu bara já hvort sem það séu betarnir sem við sofum í eða maturinn sem er búið upp á sko. Þeir eiga hotspinnu hér aðserarnir landsleikjarhlé, hinn almenni fótbolta áhuga maður hefur ekki gaman að þessu og bara svona ef við segjum bara hlutina eins og þeir eru fólki finnst þetta oft ekki sérstaklega spennandi spurningunni sé breyting verður, hvað, 3 vikur á næsta ári? Já 3 vikna landsleikjarhlé 3 vikna landsleikjarhlé september, þeir ætla að brjóta þetta eins upp þeir ætla að vera ekki alltaf að stoppa deildirnar í sept, ótt, nóf Hvað gerum við þá á Íslandi? Já, það er nefnilega heila máli hvað við gerum á Íslandi Karvan? Nei, við erum ekki við erum að tala bara bestu deildina Hvað gerum við? Tekur hún sér bara mánaða frí? Eigum við ekki bara að spila? Og ekki bara að segja Ég hef alltaf verið á því Jú
ég held við getum bara neyðst til að gera það nú það dælast inn spurningarnar verki fyrir tók Innum með Jóndögg Það voru að friska þessu upp í þessu Býtu Íslendingar að sækja þetta öll svona þægileg tök á þessu ég held að sé valla hægt að tala skot sem Asirarnir hafa átt á markið og Viljum ekki fá eitt mark og svo fara að kippa mönnum út af Jú, það væri þægilegt Já, Ég held að Er það ekki? ég sko bara því ég vil vera með Albert þarna í leiknum í Pólandi ég vil fara að fá hann að hvíla Andri Lukas komin í Championship þannig að hann getur spilað leika á 2-3 daga fresti ekkert mál þetta algjör þetta svo mikið kontról á þessu við megum nú alveg hrósa þessum Daniel Leo Já, heldur betur hann er svona, þú veist staðið sér bara vel Já Daniel Tristan að koma inn á og Brynjólfur segir Gummi Ben Takk ég Albert og Andra Lukas út af Já. Og Jón Dagur líka að fara að koma inn á þá er þetta alltaf Jói og Kristján kannski líka Nei, ég hugsa að verið annarkvort þá, Hákon eða Ísak færi þá Kristján inn á miðuna Jón Dagur út á vinstri Já Sjáum til Setju nú eitt í viðbót, come on Já, herðu, sjáu stemmingun í stúkunni Það er allt með ljósin Hvað glens? Með ljósin Sjáum að hvort að skiptingin komin núna þegar voru klárir hérna með hliðlínuna í þeim töluorðum skoruðu Nígeríumenn Nú, 2-1 það er framlegging í gangi Já það er með spill sjáum þetta nú Andri Lukas að koma á velli Búið að vera eitthvað vesen á Nígeríumönnum á FIFA Já, þeim F1 hjá þeim Ég var alltaf mínir menn á HM, Argentinum minn og Nígería það voru þau lið sem ég var alltaf á England alltaf nummer 1 England Já, Andri Lukas, Jói Berg og svo er það þriðji maðurinn og það er leikmaður nummer 20 Kristján Hlinsson sem er að fara að velli Þetta var fyrsta hollið út af Hann er að taka Hjálmar Örn á þetta? Hann er að taka Hjálmar Örn á þetta Hann er að taka 3 út af 1 Já, Stór hættulega leikur Við skulum sjá hvað gerist Já, Arnar Gunnlaugs myndi ekki lifa lengi sem þjálfari bannsleik Normenn komnir í 4-1 Normenn á leiðinu á sitt fyrsta heimsmeistaramót síðan 1998 Já, Erling Haaland kom með 2 Hérna, Eiður, getur þú útskýrta fyrir okkur sem að höfum ekki spilað í framlínu á einhverju alvöru leveli gult spjald í frammi í alvöru leveli hefur séð hvað Erling Haaland fyrir snemma í loftið hefur pælt í þessu hefur séð hvað hann hoppar snemma upp eins og í markinu Já, hann hoppar snemma og gerir sér stóran meinur ef að varnarmaður ætlar að hoppa með þá bara heldur hann niðri ég meina, er þetta ekki samt fyrir hann ekki óvanalega snemma í loftið Já, en til þess að gera það þarftu líka að vera með þokkulegan stökkkraft þú sér það oft þetta var oft kent, varnarmönnum var kent þetta vertu á undan í loftið frekar en sóknarmaðurinn svo snýst það náttúrulega allt tímasetningu ég meina að vinna skallabolta eða skora með skalla er bara tímasetning ég myndi segja að það væri 80% svo kemur stökkkraftur og þú veist kraftur sem getur sett í boltan bara síðustu 20% Nei, bara áhverð, hann fer svo rosalega snemma í loftið, ég sá það í þessu Konati marki á sunnudaginn að þá var löngu undan Konati í loftið og já, gjörsamlega jarðaðan hérna í loftinu sko já, Asirarnir líka fara að gera breytingar á sínu liði
Já, það mennir að spyrja mikið hvort að við verðum hér á HM á næsta ári. Ef að Ísland verður þangað, það er minna þangað að gera ef að við komumst ekki þangað. Eða það eru komna núna 3 spurningar hérna þetta Seattle, af hverju Seattle Sounders inn á transfermarkt hjá þér? Ég fór á æði með þeim þegar ég var samningslaus í Grikkland, eða ég rifti samningum í Grikklandi eftir að ég fótbrotnaði þar. Já. Og ég fór á æði með þeim og spilaði með þeim einn varleisleik, einn hálfleik. Já. Og svo bara náðist ekki samkomulagi samning, sko. Selv af því ég á eitt mark með þeim, það er reynd að kekkja mark. Eitt af mínum uppáhalds. En þá buðu þér samning og þú svona... Já, það var bara ekki nóg til að flytja fjölskylduna til Bandaríkjanna á þeim tíma. En geggjaða klúbbur og bara frábært að vera það. Seattle Sounders. Mikið rigningaborg. Er ekki Freysi Krein, er hann ekki frá Seattle? Jú, hárrétt. Vá, vel gert, frábæra þettir. Þú er ekki hort á þá Hjörvar heldur en það? Ég er ekkert mikið þátt, ég horfa á fótbolta. Já, ég múið að horfa á einhverja þætti. Jú, Halo Pace. Já, Halo Pace. Og Sopranos. Já. Ég er alltaf að heyra eitthvað, geggið þættir á Netflix. Já, nei takk, ég ætla að horfa á Ísland Azerbaijan. Aftur. Hér eru það Íslandingar að sækja Daniel. Daniel Tristan með skot framhjá, hann skoraði frábært mark fyrir Malmö á dögunum. Tímasettur þetta vel. Herru, hér er þetta markið til. Er þetta báti? Nei, þetta er Seattle-markið. Það er löglegt hælspinna bara. Herru, sjáum hérna markið. Þetta er ansi gott mark. Þetta er hérna. Jössus. Geðvegt. Hællin. Af hverju valdur er treyju númer 43? Þeir hafa ekki bara verið með sína tölur. Var ég númer 43 á það? Já, ég sýni stæðina. Er þetta að tala stærðin á henni? Nei, ég bara, nei. Að ég var að koma tilbaka eftir Nei, ég segi að þú ert númer 43. Já. Ég tók bara við þeirri treyju sem mér var gefið. Þetta var ekki að því að George Bush yngri var 43. forseti Bandaríkjanna. Þegar þú segir það. Já. Þetta var reyndar mjög sérstætt, sko, að spila bara varleisleik og það er ameríski þjóðsöngurinn. Já. Gæsari, það ekki? Vá. Það þótti mér skrið. En bara svona af því að það er hort á svo mikið að bíómyndun, langaði þá ekki bara að fá að taka undir. Taka mikrófið. For the day are free at the home of the brave. Let's play ball. Let's play ball. Já. Já, voruð með þetta varðisleik líka. Já. Þeir eru rosalir. Þetta er á öllum íþróttaviðburðum. Já, í háskólanum líka og... Þeir kunna leiki. Svo er ofta eitthvað slökkulismæður kallar inn á völd rétt fyrir leik, bara heyrðu það, eitthvað honor the Hero Among Us. Já, það er Asir að leggjast niður og er að biðja um eitthvað, fá ekki neitt. Þetta var bara kjánalegt, það var ekki neitt. Já, það er ekkert í gangi þjóðsöngur fyrir alla leiki í Ameríku. Já. Sjáum hérna. Nei, ekkert. Það er ekkert. Það er ekkert á það. Sleppur hún. Það er ekkert með boltan eða neitt maður. Var ekki komað eitthvað í spennu í þetta núna? Nei, bara sparkaði fljótt út. Grípur líka fótinn. Það er ákveðin vitleysa í því. Já. Það er... Alveg löggæsla þarna. Sérðu. Æja, koma svo, setjum þetta þriðja. Já. Við viljum hafa góða markatölu. Já, það reyndar erum við með frábæra markatölu. Þannig að markatölan hér þýðir að við fáum alltaf úrslitaleik í Pólandi við Úkraínu og ef Úkraínumenn tapa þá næri okkur í jafntefli. Og Íslendingar eiga hotspinnu þegar 75 mínútur tapar á klukkunni. Koma svo.
sjá Ísland og hotn. Fín hóspinna maður. Já. Íslendingarnir að gera þetta vel og Jón Dagur Þorsteinsson með boltan hérna úti hægra megin og svo sem ekkert í Já, við erum með á hérna það er Íslíkur sem liggur eftir Er ekki eitt mark eftir í þessu? Jó, við erum að leita að þriðja markast. Er það ekki? Jó. Það er eitt mark í þessu til viðbótar. Fer hann aðeins í hann. Fyrir takkana. Já, þetta er notalegt. Þetta er notalegt stund hérna hjá okkar íslenska landsliði. Nú er fullur fókus fljótlega komin að fara á sunnudaginn. Albert fyrir Mikael Egil. Já, alveg krúskontról á þessu hjá íslenska landsliðinu. Já, það væri fínt að geta sett eitt mark og taka 2 út af. Hérna, Eiður er ekki þriðja marki, er það ekki mjög mikilvægt? Þegar törum lifir, minna við. Já, er það ekki mjög mikilvægt? Ég held að það sé mikilvægt í svona leik þar sem þú ert svona sko, mikið undir kontról eða er svo mikið að stjórna leiknum að halda samt upp í tempóinu fyrir þá sem að koma inn á því að þeir vilja sína sig og þeir vilja gera eitthvað þannig að reyna að halda tempó í leiknum þannig að þú gefur ekki andstæðingum sko, leyfu að koma sér tilbaka einhvern. Nei, heimitt. Þetta var svona eitt af þessu snildin, eitt af þessu bestu sem að Guðjón Þórðarsson kom inn í íslenska fótbolta. Það var þetta mikilvægt þriðja mark sem að allir fóru síðan að tala og við erum ennþá að tala það. Já, en nú þurfum við bara að þjást til að ná því þriðja. Já, nú þurfum við að þjást, sko. Það er algjörlega nýtt. Þú fegst aldrei að þjást almennilega, sko. Hún var ekkert komin í boltan þá, þjáningin. Já, hún var ekki komin. Svo þetta er bara, við höfum bara að setja á þriðja núna, þetta lið getur ekkert. Daniel hérna lendir í brotið á honum. Serbin búin að hafa góð tök á leiknum. Já. Eiður, ég er nú ekki hérna, mikið að spyrja strákana en hérna, hversu stór er hann, Daniel? Ég held að hann sé bara 1,92, 3. Já, hann er svona stór. Já, hann er stærstur á okkur. Stærstur af bræður sínum og laukonum stærri en ég. Já. Og hvað þá afi hans? Afi sinn? Já, hann var ekki stór. Hann er líka minnstur á okkur öllum. Já, hann er svona, hann er þetta stór. Daniel. Já, meir en einn hún, hann er 1,92, 3, já. Hann er stæðilegur leikmaður þarna á ferðinni. Íslendingar með, eins og ég er svo margótt komið inn á, all tók á þessu hérna, Hjálmar ef að er ekki bíómyndum Sean Dice og þeir eru búið hlutverkið, myndur þú taka við því? Já, ég myndi þykja það, engi spurning. Ég myndi taka það. En ég veit ekki hvað svo myndi það vera. Þetta er eitthvað tíman í Burnley eða eitthvað bara í... Það er ekki vissum að þetta er vinsal mynd. Nei, hérðu! Já. Býtu, þetta var skrítið. Þetta var bara... Sérðu, það kemur alltaf smá óreiða með þrefaldri skipting. Þetta er það sem þið voru að reyna að segja. Þessi er að leiðinni framhjá, hann er að ná sér í start. Þetta er fótboltamenn er að verða eins og körfuboltamenn, þeir eru að ná sér í smá tölfræðiboltin að leiðinni framhjá. Já, þú heldur það, já. Ótrúlega hvernig þetta laflösa vinstrifótaskot gat orðið eitthvað vesen. Eins og er ákveðu Asjarnir að taka bara eitthvað hot frá 1980 eitthvað og eru bara að... Gjörsalega fastir. Býtu, nei, hann fara inn. Nei. Sjáum hérna... 2 kloppar, þetta var... 3! Já,
Svona heldur. Nei, þetta er það sem ég var að segja. Ég hef verið búin að... Þetta má ekki gerast. Það er eitthvað, þetta var eitthvað alvarlegt. Má sjáum, hér kemur svo ekki... Nei, þetta er ekki dánum. Þetta er lagi. Þetta er ekki dvesen. Þetta var ekki dvesen. Ekki fara svona fljótur og skuttlar. Reynda að vinna þess lengur og löpunum og skuttla þess þetta. Bara... Þetta er svo einfalt sko. Þetta er rosa. Ég er bara að grípa þetta. Hvað er ekki? Þetta var sérstætt. Ísland Úkraína á sunnudaginn klukkan 5. Já, klukkan 5 og leikurinn að sjálfsögðu ekki í Úkraínu vegna ástandsins í landinu. Manst eftir í nafli þegar við vorum stattir saman í Frankfurt og það var stór gaurahópur að fara saman til Úkraínu. Jú, var það ekki? Jú. Íslendingar? Nei, þýskir partíboltar. Ég sagði við að byrja hvert er að fara þess að við erum farið til Úkraínu. Ég sagði, það er ekki stór hættu þetta? Það sagði, nei, það er fjörið núna. Já. Og ég var bara svona að byrja, herri, time out, ég þarf að fá þessa sögu. Já. Og þá voru þeir að fara að djamma í Úkraínu. Það þótti okkur afar merkilegt. Já, við vorum svolítið öfundsjúkir bara. Já, við okkur datt þetta ekki í hug þegar við lögðum stað. Þetta var alveg. Fórum frekar í Sovjetríkin. Já, við fórum beint til Króatíu og Júgóslavíu var ekki hluti af Sovjetríkjunum, elsku nafnum. Nei, hvað sem hún kallar þetta allt. Já, ég er bara líka, það er mitt hlutverk líka svona að hjálpa þér að skilja alls konar hluti. Íslendingar... Þetta verðist vera að fjara út bara. Já, þetta er að fjara út. Þeir eru samt að biðja gul spjöld á menn, Brynjólfur að brjóta af sér. Það er ekki ná hættusvæði það nú, ég var ekki að reyna að skoða þetta á hann. Já. Er það nokkuð? Ég held ekki. Allavega ekki þessi byrjuðu. Nei. Svona... Svo við munum ekki að fá einhver heimskóli spjöld og lendi í leikbannu. Já, íslenska liðið bara held ég í fínum málum þar. Ungverjar að vinna Armeníu. Hvað þýðir? Það þýðir einfallega það. Já, þetta geti Heimir Hallgrímsson helviti heitur. Já, þetta er ekki gott. Og það er svo að segja það. Indonesia kallar, segja menn. Ekkert rugl núna. Sjó. Sér þeir nú þurfum bara... Já, við erum alveg með þetta. Sér þetta er orðið hætta núna. Nú þurfum að fara að kippa ykkur um 1-2 út af. Hjálmar, útskýrðu þetta komment. Indonesia kallar, hvað ást að... Heimir. Hallgrímsson. Já, Indonesia vill fá hann. Segir sagan. Það er stort. Þeir komast ekki að HM. Fyrir þá Indonesia? Já, stort fyrir Indonesia. Þeir eiga fullt af pening, maður. Það er fullt af pening hann. Já, ég skal trúa því að sé eitthvað til í Indonesia. Það er eitthvað af fólki sem býr þar. Já, það er 4. fjölmennsta land í heimi. Það held ég Nígeríumenn að vinna Gabon 3-1. Viktor Osimhen að bæta við 3. markinu. Eða veist á hverju Viktor Osimhen er ekki komin í eitthvað á þessum stóru liðum í Evrópu? Ertu með eitthvað útskýringu fyrir þessu? Ekki bara segja að mafían í Napoli hafi stýrt honum svolítið þar. Já. Ég held að þeir hafi bara ekki leyft honum að fara hvert sem er. Nei. Nema að þeir myndi fá akkurat sitt kaupverð. Já. Og þannig að þeir stýra ferli hans til Galatasaray. Eins og maður skilur það. Ég veit ekkit þennan hluta veraldar sko. Nei. Þetta er bara... Það er bara svo sérstætt Það er sérstætt að eitthvað stórlið, þú veist, það var allir að öskra eftir framherja. Hvað sem var United, Arsenal, Chelsea og hans nafn var, síðasta sumar. Já. Var alltaf efst á blaði. Já. Og einhvern hluta vegna endar hann ekki hjá neina af þessum liðum. Það var nefnilega mjög áhugavert. Eitthvað er það. Það er eitthvað sem að veldur því að ekki vantar upp á hæfileikana hjá þessum frábæra leikmanni. Eigum að byrja þetta en að leika á sunnudaginn? Eigum að byrja en einsnafli? Ég myndi ekki hafa Kristján Hlindsson aftur byrjunarliðinu. Ok, hvað myndir þú gera? Hafa Jón Dag í byrjunarliðinu. Og spurning með, ég held að myndi að hafa Jóa þarna. Annað finnst mér ekki, ég myndi ekki skipta út varnarlínunni. Ég myndi hafa hann eins.
ég myndi gera þessa einu breytingu. Hvað segir þú, Hjálmar? Hvað myndir þú gera? Ég bara from the 90s og það maður breyti ekki sigurlið. Það bara þannig, mannstu tíður. Já, sjálfsög. Nú það voru eitthvað svona lenska í dag að vera að breyta alltaf og rótera. En það er ótrúlegt, sko, hvað þjálfar notuðu þessa setningu alltaf þegar maður kom inn á að skoraði, en svo þegar var að taka mann út úr liðinu og svo, þá var eins og það gildi bara ekki lengur. Það er 9 tímar. Já, heldur betur. Myndi koma þér óvart eða myndu byrja með sama lið á sundaginn? Það kemur óvart, já. Ok. Því að ég hef alltaf á tilfinningu eins og Arnar sé með eitthvað ás í erminni einhver staðar. Fyrir hvern leik? Fyrir hvern leik. Það er alltaf eitthvað, ef einhvern tímann sagt, þetta er bara liðið og allir hafa rétt fyrir sig. Nei. Það er alltaf eitthvað sem kemur okkur aðeins óvart eða stillir öðru sig upp. Það er rétt. Hvað læriðu við úr þessu? þessu? Svo má það ekki verða tíska heldur að þú veist, hverjum ert að koma óvart? Þú kemur líka leikmennum liðsins óvart þegar þú rótir og miklu eða breytir og miklu. Þannig á einhverjum tíðanpóti finnur ok, þetta er mitt sterkasta lið, þetta eru leikmennir sem funkar best saman og þá stillur þeim upp. Held ég. Við erum ótrúlegir, við erum með mann hérna á 60 aldri sem er búin að sitja samfleitt í 2 klukkutíma á þess að fara klóstið. Ég var að hugsa að ég held í hlýja í hálfleik sko. Nei, þannig að það er að byrja að reyna helvita blöðrunum nú. Já, ég meina þetta er maður á 60 aldri, þetta er náttúrulega með ólíkt. Nú er fyrst í 60 maðurinn tæplega til þess að sitja svona lengi. Það er Íslendingar í vessinni og... Vá. Það var að koma inn á þessi. Það verið aðeins kaldur í þessum sendingum. Var þetta sending eða var hann að... Já, nú sjáum við hérna. Það verið innabótur eða ekki. Jú, þetta var sending. Vonlust. Það heitir hann ekki. Ég held að sé bara að reyna að finna Ísak í lagt. Er það ekki? Þetta er búið að sniðut í dag. Sérstaklega svona 3 mínútur eftir og búið til einhver óþarfa spennu. Það verður bara lúðra þessu fram á turnin þarna 1.93.4. Já, þetta hefði verið óþarfa spenna. Já, yður telur litla líkur og við beitum eða notum sama lið og í leiknum, í þessum leik. Hvað getum við lært af þessu dæmi á móti lært af þessum leik á móti Úkraínu fyrirleiknum? Hvað er eitthvað sem við getum svona sagt, við þurfum að laga þetta? Já, menn stóru lærdómur náttúrulega sá, við leifum þeim ekki að skjóta fyrir utan teig. Og berja tilbú. Og svo er það náttúrulega, þegar við erum svona hátt upp á vellinum, að þá megum við ekki, segjum bara þegar við erum að sækja, þá erum við líka verjast. Og þá meina ég að okkar varnamenn verða að vera þá það drjúgir að standa á sínum andstæðing og ef boltinn kemur, þá er bara lauflétt brot, allir komið sér í stöðu, þannig verðum að hægja á hugsalega skyndisóknum eða sóknum sem við erum að fá okkur. Já. Það fannst mér standa upp eftir þann leik að ef við horfum á fyrsta marki hjá Úkraínu, það er allir bara að horfa á boltann, við erum samt með nógu mikið að mönnum í sínum stöðum og inn í teig, bara allir að lesa það sama og enginn les sendinguna sem kemur. Já, það er svakalegt að fá sér 5 mörk á heimavelli í svona qualifierleik og það geta reynst dýrkeypt en við erum alltaf á leiðinni í úrslitaleik á sunnudaginn klukkan 17:00. Sjáum að Ísland er svona að vinna. Vá, nei. Jón Dagur í góðu færi, eða svona ágætis færi þarna eftir ótrúlega skemmtilegan samleik þarna. Nú þurfa að fara að móka honum yfir línuna. Það væri gaman að fá eitt. Það er alltaf svo sannfærandi, 3-0 er svo sannfærandi. Já. Það er ákveðið fílgút yfir því að vinna leiki svoleiðis Norðmenn en þá vinna Eista 4-1. Ef við kíkjum aðeins á byrjunarlið hjá Frökkum þá vera komið Frakkar, þeir byrja þannig að Kylian Mbappe, Bradley Barcola, Ryan Serki og Michael Olise eru svona, þeir eru þarna 3 fyrir aftan Mbappe. N'Golo Kanté og Manu Kone eru saman í djúpir. Saliba, Upamecano og Digne og Jules Koundé. Og annars er þetta
markarinn, sportsbókin, besta sportsbókin í bransanum hjá Epic. Þar eru náttúrulega Frakkland á heimavelli alltaf overwhelming favorite sama móti hverjum það og þú nær samt að ávaksta þitt pundum 15%. Gæti verið að Úkraínumenn hugsi með sér herðu hvílum fyrir Ísland. Getur þú séð að gera það? Það alveg góð spurning. Er ekki hérna Þú meina bara leikmennir hvíli ég meina bara hvíli bara hausinn ég er að tala intensity bara já, ég meina bara að fara að skipta snemma og bara, það úrslitaleikur og sunnudag. En samt einhvern veginn svona viltu ekki frekar koma inn í rönni og einhvern veginn svona vera að fá góða framistu í þessum leik og fá sjálfstraust í liðið og hræða Íslendingana þannig. Getur verið, bara getur þú séð og kannski fíla eins Eiður, bara svona þegar að fara að líða á leikin bara leikur og sundaginn bara engin möguleiki að vinna á jú, en þá samt alltaf úrslitaleikur og sundaginn við vorum nú ekki svo langt frá því allavega ná jafntefli þú telur hennar leik sem jafntefli, það 2-2 hjá því það og við erum ennþá með þetta aukastig við erum bara eftir að fá það ok, þannig að þetta lúsiralegt að hugsa svona ég veist það, já okay. Gott að fá það staðfest tökum við þetta ég bara Já, við förum að við kveðjum síðan héðan þegar þessum leik lokið. Ótrúlegur fjöldi af spurningum. Þær eru náttúrulega út allt þessar spurningar. Þetta allt frá þetta frá öllum heimsins pælingum. Það sem liðið þetta dásamlegt þetta bara það ekki tjattið ég á búin að sakna ykkar þið eru náttúrulega ekki alveg ekki alveg í lagi en það líka þessuna sem við elskum þetta tjatt svona mikið Ísland komið með því að vinna Úkraínu erum við á leiðinni í umspil þetta annað sæti liðin sem getur mætti meðal annars Ítalía Ungverjaland verða öllu líkindum hana please ekki Ungverjaland ég nenni ekki Ungverjalandi og þannig að alls ekki Ungverjaland takk þessi leikur endar á hotspinnu sem að Asirarnir eiga höldum haus Hjálmar það núna beint að horfa á píluna já, það ekkert annað í boði Karavan Sælelskan, ég ætla að horfa á píluna konan úti, þú þekkir það já, þannig að það ert eiga frábæra stundir þetta heimaður núna það svo þreytandi samt það landsleikjali skulle ekki vera alveg leikir enga vitleysu það engin vitleysi í þessu við þökkum fyrir á þessum fallega 5. degi minna á það að Dóttur fútból verður bara á sínu stað á morgun svo ætlum við að við ætlum að vera einn aftur á sunnudaginn sjáum til það Eiður eini leikmaður sem hefur unnið sér fyrir framlíkingu ætla að sjá til stróka hvað ég gerir með ykkur naflan aðeins að það var auðvitað jafntefli svo skemmtilega mattsáttakleik okkar við getum þurft að gera það upp það bara svo leiðis Eiður, hvað læriður á þessu árónuleik í dag? Að sitja með mönnum eins og ykkur að horfa eða kannski bara af því sem hún sást í Azerbaijan ég held að þetta hafi bara verið eins þægilegt og hægt var og gat orðið við gerum bara við gerum það sem við þurftum við sluppum við meiðsli vonandi við sluppum við spjöld og einhver fíblalæti þetta bara svona þægilegt má segja aldrei hættu við sköpum okkur ekkert örmulla færum við bara svona skorum 2 mörk sem bara var nóg og Elli tók nú þessa bolta sem voru að koma inn í tegin og þú veist svona róaði mannskapið niður við vorum eitthvað svona fannir að naga neglunar þannig að eins þægilegt og hægt var Elli kannski rétt áður en ég ætla bara að prófa að hringja í minn mann í Azerbaijan hann Árna Sigursson sem ekki eins og fólk flest
hann var mættur til Kosovo daginn í undanúrslitum eitthvað þarna í þjóðardeildinni, hann 73 ára gamall og hann mætir á alla leiki, hún með drullu sama hvar þeir eru í heiminum. Átni minn, hann hérna í myndsýmtali sko. Hvað segir Átni? Heyrðu í mér Átni? Já, sko hvað það? Þetta gaman að sjá, þetta geðveika myndir hérna. Átni, hvað það sem að rekur rúmlega 70 mann til að ferðast allir til Bakú að fylgjast með landsliðinu? Já, þetta var bara... Ég var bara ánægður með þetta, sko. Já. Já, hvað hérna... Eru margir Íslendingar hana? Eru margir Íslendingar hana? Já, það eru nokkrir hérna. Er ekki mikið vesen að fara... Já, er ekki mikið vesen að fljúga til Bakú? Svo eru hérna þeir þjóðverjar sem halda með íslenska landsliðinu. Allstaðar eru til einhverju grillaðar þjóðverjar. Átni ætlar að fara til Póllands? En hérna hópurinn, sko. Þeir eru glæsilegir. Þetta Hjörvar hérna, Dóttar Fútból. Já, þetta Hjörvar Dóttar Fútból, veifiði mér. Takk. Góð slitt. Góð slitt. Ætlarðu til Póllands, Átni? Já, svo það bara Pólland næst. Rúmlega 70 ára gamall, mætir til Bakú. Ég vona að ég verði svona að ég verði 70. Takk hérlega, Átni. Takk fyrir. Takk hérlega. Já, bæ. Takk, bæ. Já, hann engum líkum. Þetta myndi mig aldrei, hvað héti þetta? England Mike Bassett, England Bassett. Þeir að svara alltaf einnig spurningum. Átni, vinur minn. Fer á alla leiki, hann mikið Old Trafford líka og svo byrja hann á þessu að elta íslenska landslið eftir að hann varð fullorðinn og það áblægt að gera margt leiðilegra. Kannski ég ætti að gera eitthvað skemmtilega líka en að fara til Azerbaijan en sjáum til með það. Við þökkum kærlega fyrir okkur. Nafli, takk kærlega fyrir. Já, takk fyrir mig. Og stóðstu frábælega. Takk. Og takk fyrir að redda öllum þessum búningum. Já, sjálfsagt mál. Það segir ekki nei við mig þegar ég hringi. Það bara þannig. Nafli, þú ert með eitthvað svona eitthvað dæmi sem ég hef aldrei áður kynst. Það segir engin nei við þig. Nei. Hjálmar, fólk segir oft nei við þig. Já. Veistu hvað það er? Nei. Á dröður. No respect. Eiður Smári, takk hérlega fyrir og takk fyrir að sitja með þessari vitleysu. Við sjáumst aftur á sunnudaginn klukkan 16:50.